Þessi þáttur í boði Pop Smells frá Nova Sirius. Þetta súkkulaði pop, kemur í 2 bragðtegundum með venjulegu súkkulaði eða pipardufti. Pipardufti svona uppáhaldið mitt. Þátturinn líka í boði Doritos, snakk frá Ölgerinni. Doritos kemur í nokkrum bragðtegundum, þar á meðal sour cream sem uppáhaldið mitt. Ég vil þakka þessum fyrirtækjum kærlega fyrir stuðninginn og ég vil líka þakka ykkur fyrir að hlusta að horfa á Bíóblaður. Endilega fylgið Bíóblaður öllum þessum miðlum, YouTube, Spotify, Instagram, Facebook og ekki gleyma, næst að horfa á góða mynd. Kaupa Pop Smell og Doritos. Ég ætla bara, þetta svo skrýtnin tímar. Það svo skrýtnin tíma fyrir tónlistamenn að með þetta COVID, það svo mikil óvissa. Og núna svo smitin að rjúka upp hér og þú veist, liturinn á landinu að breytast. Ég sem sagt, ef allt gengur upp, þá ég að fara út í næstu viku með Ásgeiri Trausta að spila einhverja trennatónleika á Ítalíu. Og Ítalía ennþá græn, Ísland ennþá grænt. Í dag. Já, en þú veist, Ísland held ég bara að breytast helgina eða eitthvað. Já. Og þú veist, ég veit ekki hvort það verður appelsínugult eða rautt og ég veit ekki hvað það þýðir. Nei. Og svo fyrir varðandi vinnu öryggi, skilur, sem náttúrulega bara ekkert þegar maður tónlistarmaður til að byrja með, sko. Já, þegar svona ástand kemur ofan á það, þú veist, þá er maður bara svona, jæja. Þú getur neitt plana? Nei. En það erfitt? Nei, það mjög erfitt, sko. Þú veist, það bara, það mjög erfitt að plana svona hluti, sko. En ég náttúrulega verið heppinn að vinna í bíó og þessi þáttur snertir ekki bíóvinnuna. Ég svona one-man operation, sko. Ég ger þetta bara allt eitt, sko. Já, þú meina það? Já, þú veist, meir og minna, sko. Já. En eins og með það, því þú ert tónlistarmaður, það kannski próstulega séð? Er það 80% vinnin í dag, eða það, skilur, versus þú semur fyrir kvikmyndir eða sjónvarpsþætti? Það 50-50, eða? Það er bara eftir í hvar, þú veist, bara ég hef ekki reiknað í prósentum hvað það er. Svo tekjulega séð það örugglega, þú veist, nær 90%, sko. Tónlistin? Nei, kvikmyndir. Já, þú meina það? Já, ég meina, þú veist, síðastliðin ár, þú veist, það hefur verið að gera stór verkefni. Ég hef gert, þú veist, 3 seríur, svona, og eina bíómynd þar á milli. Og þú veist, það eru tekjupóstarnir mínir, skilur. Já, það munar svo miklurinn á fyrir þig, þú farið eitthvað svona stór verkefni? Já, svo ég líka bara, þú veist, ég meina, ég hef verið heppinn að vinna með, þú veist, geggjuðu fólki og alls konar fólki, en ég samt ekki endilega búin að vera að spila mikið í hljómsveitunum þeirra, eða, þú veist, og það náttúrulega ekkert búið að vera neitt túring í 2 ár eða eitthvað. Nei, reyndar ekki. Skilurðu, þú veist, sem ég hef heldur ekkert verið að gera, bara síðan ég var að spila með Múkisson, þú veist, 2008 til 10 eða eitthvað, sko. Eða þú veist, já, og þá var ég sjálfur að túra svolítið líka. Svo datt maður svolítið bara inn í alls konar og bíó og kannski líka bara datt eitthvað út og þú veist, bara alls konar. Þú leifir svolítið bara ráðast og... Já, allt og mikið, sko. Þú veist, ég allt og mikið lauf í vindi, sko. Já, þannig hver? Já. Bara þetta reddast, hver? Já, menna, þú veist, kona mín ætti að vera í þessu podcast hérna, sko. Þú veist, það hún svo þarf að lifa með þessu, sko. Hvað? Já. En eða, þú veist, allan í þessum þætti. En þú veist, já, þú veist, þetta náttúrulega það sem kosturinn við þetta að, þú veist, maður er frjálsan tíma. Þú veist, ég get verið heima með börnunum og skilurðu. Þú veist, því ég vinn heima, ég er með aðstöðu heima, sko. Er það með stúdíó heima? Já, ég er með svona stúdíó í bílskúrnum. Svo lítur eitthvað svo fancy út af því hann svo fullur af drasli, en þú veist, þú veist, tónlistadrasli, sko. En það þú veist. Það þú getur tekið upp þar líka. Já, ég ger allt þar. Já, bara þú semur allir tónlist bara í þessum bílskúr. Já. Það er ekki það? Já. Það er ekki bara, þú veist, það er kannski einstaka sinnir sem að fer eitthvað út og tekur upp, sko. Þú veist, eitthvað... Er það þá eitthvað svona stærra, það er kór eða eitthvað, skilur? Já, og líka bara, þú veist, ég vinn líka sem pródúser, þetta er upptökustjóri, og þú veist, síðastu svoleiðis verkefni sem ég var held ég Valdimar, hljómsveitin, og þá erum við kannski út um allt,
þú veist, það eru kannski að taka upp bandið upp í Sundlaug og svo förum við með upptökurnar heim til mín og svo förum við og þeir eru með einhver sín stúdíó og ég með mitt stúdíó, þannig að við vorum bara á við að dreif með það, þú veist. En mixið og masteringin, er það heimið á þér þá? Nei, ég geri það yfirleitt ekki, sko. Ég geri það fyrir bíó, sko, en það er vegna þess að í bíó sko, verkaskiptingi þannig að það einhvers, allavega því myndum sem ég verið, þú veist, þá bara sound designerinn og mixermaðurinn sami maðurinn og hann eða hún, það er alltaf hann í mínu tilviki, tekur allt steffið og, þú veist, díalógin, þú veist, atmosið og músíkina og blandar þessu saman. Já, hann mixar þér. Já. Þannig að það sem ég geri, ég skila svona bara stemmum af mér. Það skilaði kannski bara að það er eitthvað trommur, það er allar trommur saman á einni rás og svo allir strengir saman á einni rás og svona, þú veist. Já, hann getur hægt að lækka í þessu. Gítara sem eitthvað svona alls konar, sem kannski, sem tekum að hópa af eitthvað svona sem svona keimlíkt og þá það á einum stemma. Þú veist, þá er þetta að lækka í því eða hækka í því ef leikstjórinn vill það og vinna í kringum það, þú veist, því að við erum að vinna, þú veist, ég er ekki að vinna með 100% canvas eins og tónlistamenn. Ég þarf að vinna í kringum díalóg og sound design eða atmosa, skilur við. Það er kannski bara bíll sem keyrir framhjá, skilur við, í senunni, í poll eða eitthvað. Það heyrist ekkert svo mikið í músík þegar það gerir, skilur við. Nei. Þú veist, og það getur verið alls konar og stundum hjálpar það myndinni að hafa meira sound design og stundum hjálpar það myndinni að hafa músík. Það eru bara svona hlutir sem að, þú veist, þetta eru svona tvö mengi sem að skerast og það eru hlutir sem hættir að gera innan skurðpunktarins sem að báðir hluti getur gert, sem að, þú veist, bæði, þú veist, sound designið geti, ef við værum ég var að segja eitthvað svona dramatist eða eitthvað, þá geti sound designið búið til eitthvað óþægilegt fyrir þig, skilurðu, þú veist, hækkað í ljósunum það heyrist úrslega mikið í ljósunum og hitin verður úrslega mikill og þú veist, þannig að þú hækkar í því öllu, þá getur það verið kannski stundum áhrifameira heldur en að nota tónlist. Já, ég skilji. Skilur við? Það er til dæmis rosalega góð mynd sem að gott fyrir fólk sem hefur áhuga á þessu að skoða, sem heitir The Tribe, úkrænska myndin. Þekki hann ekki. Nei, hún fjallar heyrnarlaust fólk og það er engin tónlist í henni. En það er rosalega mikið sound design og það er svo mikið sound design að það er eiginlega orðið skor. Skilur við? Og eins og þegar Hildur gerði Chernobyl, skilur, þá var hann að nota sko sound design og bjóð til hljóðfæri úr því, skilur. Hún vildi nota bara, þú veist, hljóðin úr kjarnorku verinu, skilur. Já, bjóð til næstu bara tónlist úr því. Og ekki næstu því, hún gerði það bara. Hún bara fór með bara fólk þangað, bara að taka upp alls konar hljóð. Og svo fer hún og býr til hljóðfæri úr þessum hljóðum. Og það er hægt. Það er svolítið áhugavert. Já, þetta er líka það sem sound designer gerir nefnilega, sko. Skilurðu? Og skilin á milli getur verið mjög óljós. En hversu gott samstarf þá milli sound designer gæjanum eða konni og svo þín sem tónlist? Það er alltaf misjæft. En þú veist, ég held að í nútímanum sé það mjög mikið. Og Þið talið saman? Já, ég menn sem stanslösum díalóg, sko. En er eitthvað tíðan svona konfliktar? Ef það eru konfliktar þá er þetta bara leikstjórinn sem að... Já, sem segir bara... Allan á Íslandi... Mér finnst það eiginlegt á Íslandi að við erum meira leikstjóradrifið, skilur við... Raggi kom aðeins inn á þetta í podcastinu við. Já, sem var að tala sko að framleiðendur stjórna í Bandaríkjunum og þetta er miklu peningar og og þetta er aðeins að gerast núna, þú veist, að framleiðendur að taka svolítið svona yfir verkefni og það getur alveg verið frábært af því að sumir framleiðendur eru bara frábærir kvikmyndagerðarmenn, skilur við. Algjörlega. Og þú veist, ég hef verið heppinn að vinna með þannig, en þú veist, það er samt þægilega að vinna fyrir einn herra, skilur við. Já, ég trú því. En ég hef bara við hefum verið blessunlega, þú veist, heppinn með það, þú veist, að það er allir svona, þegar þetta hefur verið þannig að framleiðendur eru svona með í ferlinu, að þá erum við öll að vinna að sama markmiði, skilur við. Þú veist, það er allir að reyna að gera gott bíó, skilur við.
og það annað, þú veist, eins og með, þú veist, þetta starf mitt að vera svona kvikmynda tónskáld, að þú veist, það á einn hátt það að vera tónlistarmaður og þú þarft að kunna allt það, því að það kann það engin annar, skilurðu, í kvikmynda teiminu, skilurðu. Nei, algjörlega. Að setja saman tónlist, að taka hana upp, skilja hvaða áhrif, þú veist, hljóð og mikrofónar og allt bara, þú veist, það verður allt áhrif á, þú veist, hvernig upplifunin þú veist, að þið verðum að manipulera tilfinningar, skilurðu. 100%. Og frá hvaða tímaskeiði ákveðnir, þú veist, hljóðgjafar skilurðu, allt þetta, þú veist, það verður allt saman áhrif. Það eitthvað sem að, þú veist, svona tónlistarmaðurinn, en síðan, þú veist, það bara svona tæknilegt arsenal sem það hefur bara eins og klipparinn kann og eitthvað forrit og eitthvað svona. Og en síðan maður, þú veist, þarf maður breytum hatt og verða kvikmyndagerðarmaður. Skilurðu? Já, ég skilur. Maður fer úr þessum, og það svona, þú veist, og á einhverjum tímapunkti þá fór ég svona að líta á mig sem bara, ég tónlistarmaður, það alltaf grundtóttin í mér, skilurðu. En þegar ég í þessari vinnu, finn ég það bara, ég kvikmyndagerðarmaður. Þú veist, ég bara eins og ég bara einn af eftirvinnslu krúinu og ég bara reyna að gera gott bíó. Og þú veist, það náttúrulega ekki en þú veist, það náttúrulega líka bara misjafnt hvernig fólk Ég veit ekki, það líka svolítið svona einmannlegt að vera, sko, bæði sólólistamaður og tónskáld einhvern veginn, þetta allt svona einmannlegt, frekar að þú veist, þú ert alltaf einn, skilur eitthvað að garfa, sko, þannig að það svo gaman að vera í ykkur svona collaboration og Hvenær kemur þú inn í þetta ferli? Við bara tökum, þú ert búin að gera núna, þú gerir Málmhaus með Ragnari, ertu búin að gera fleiri myndir með honum? Já, Fanga síðan. Fanga seríuna, ertu með Málmhaus til dæmis. Hvenær kemur þú inn í þetta ferli? Það alveg bara handritsleveli eða það bara þegar Ragnar búin að skjóta myndina? Já, sko, þú veist, það langt síðan að ég gerir Málmhaus, sko, 2013. Ég búin að gera rosalega mikið síðan þá. Þannig að það ekki rosalega gott dæmi. En eitthvað svona nýleira þá, bara eitthvað sem mannst vel eftir? Já, þú veist, þetta náttúrulega bara misjafnt, sko, hvenær kallað í mann, sko, og það þurfti að kalla í mig rosalega snemma í Málmhaus og praktískum ástæðum og það vegna þess að stærsta senan, katharsis senan í myndinni lag. Og Raggi og ég, eins og ég sagði áður en þetta podcast byrjaði, við erum gamli vinir, hann þekkir mig mjög vel, sko. En samt eiginlega bara svona í gegnum þetta, bara professionally, sko. Við kynntumst þannig, sko. Einmitt. Að þá, sko, að því að lag í myndinni, og það þarf að vera sérstakt lag í þessari mynd. Það þarf að vera, sko, black metal lag sem á einhverjum tímapunkti skiptir hún gír, hún Hera, og fyrir að tala við samfélagið sitt sem er eitthvað venjulegt fólk í sveit, þú veist, á Þorrablóti. Og við vorum alveg svona, þú veist, hann var alveg með, þú veist, hugmyndum hvernig það myndi vera gert, þú veist, hún myndi, þú veist, kannski slökkva okkur með effektum og hætta að öskra og syngja lagið. Og ég ætla að lagahöfundur, þú veist, ég ætla gert það, bæði fyrir mig og aðra, að semja lög og texta. Þú veist, og það ég kenni það mér þess að einhverju leiti, þú veist, ég býr listaháskóla, sko. Og þannig að ég þurfti að gera það. Og þú veist, og finna það, og þá þarf að taka það fyrirfram áður en þú ferð í tökun, náttúrulega. Vegna þess að, þú veist, að fólki þarf að mæma það og allir þurfa að vera bara, þú veist, hlusta á rétta lagið, skilurðu. Algjörlega. Og þannig að það var gert, þannig að það komið mjög snemma inn í Málmhaus. Og svo þegar við gerðum Fanga, til dæmis þá byrjaði það fyrsta skipti sem ég sendi músík eitthvað fyrirfram. Áður en að tók upp, eða? Nei, kom hérna fyrirfram? Bara meðan hann var í tökum, þá var ég bara að senda á hann einhverja músík. Og þá var hann bara svona, þetta ekki að, þetta svona, þú veist, talar ekki eins mikið til mér, þetta ekki að þetta, þú veist, og svona. Og svo notaði ég eitthvað af því, skilurðu. Og það svona, en það hjálpaði dálítið mikið og breytti svona eins mínu ferlið. Ég getur vel sagt það fram að því ég var kannski of mikill kvikmyndagerðar, eða þú veist, of mikið að reyna bara að gera akkurat, þú veist, það sem passaði senuna.
en þú veist, það svo gott að hafa líka svona, frelsi einhvern veginn. já, eða bara svona vera kannski með einhver svona tón fyrir allt, sem bara einhver svona lög sem virka. Og síðasta sería sem ég gerði var fyrir Dag Kára Pétursson sem heitir Velkomin til Utmark. Já, þessi hún ekki bara glæný eða svona frekar nýleg? Jú, og hún kom út bara núna í páskana og þá hún gerist í Noregi, þetta er norsk sería og þar var til dæmis HBO var að framleiða þessa seríu og þeir voru svo og Dagur var bara, hann var bara búin að Dagur hefur aldrei unni með tónskaldi, því að hann sjálfur tónskáld, eða skilur hann alla myndina Nóu, Albin Nóu, alla myndina sem hann hefur gert, hann hefur alltaf gert músíkina sjálfur. Já, hann gerði það sjálfur. Já, hann og Orri vinnur hans. Og þannig að þetta var alveg nýtt fyrir hann, hann getur ekki verið sko leikstjóri og svona stóru verkefni og gert músík fyrir 8 þætti, skilur við, og svo þetta, og þetta gríðarlega kröfur, sko, þú veist, þannig að, þú veist, það ráða mig, þú veist, fyrsta sem að ég fékk, sko, bara svona, já, við viljum gera en, þú veist, framleiðendur eru ekki vissir, sko, þú veist, með þig, að þú veist, það sem ég gerði á undan var brot sem þú veist, allt annað sound, þú veist, það rosa svona dark electronic score, sko, þú veist, bara svona úti, svona post-punk, sko, og þetta átti ekki að vera það, sko. Þetta er svona, þú veist, bara sveita drama. Eitthvað meira svona soft, svona... Meira líka svona, þú veist, það er svona hint af svona bara svona kúrika, þú veist... Já, þannig. Það er svona kúrika dýnamík á milli bóndana, sko, þú veist, og þannig að það þurfti að vera, og Dagur líka bara, hann rosa organískur, þú veist, hann alltaf, þú veist, að tekið upp, þú veist, ekki stafrænt, þú veist, oft tekið upp á þú veist, teip og, þú veist, nota, þú veist, gömul hljóðfæri og gamla mikrofóna og allt þetta skilur við. Og þannig að ég, þú veist, sé þarna og svo segir Dagur mig, já, en þeir vilja fá, þú veist, þeir vilja fá eitthvað svona modern skor og ég alveg svona, þú veist, ég sé alveg hvað þeir vilja því ég veit á því, skilur við. Ég veit alveg hvað HBO að tala þegar þeir segja modern skor. Og ég veit alveg hvað hann búinn að gera, þannig ég bara, ok, ég þarf einhvern veginn að samina þessa, ég þarf að samþætta þetta. Og svo svo kemur hann, já, og ég sagði, getur ekki bara sendt mér, þú veist, eitt þátt eða eitthvað, ég get bara að prófa. Nei, það er bannað. Þú veist, hvað áttu við? Við erum ekki að reyna, þú veist, hvernig á ég þá að gera þetta? Ég get sýnt þér þetta bara í iPadinum. Hann sýndi mér bara grófklipp í iPadinum. Skilur við horfðum á það saman og ég var bara, vá, þú veist, hann stórkostlega kvikmyndagerðarmaður maður, sko, þetta var svo fallegt og þú veist, það var svo vel leikið og það var engin músík því það hefði truflað, eða hefði verið eitthvað svona, þú veist, lélegt undir, þá hefði þetta virkað verra, sko. Þannig að mitt litur sko er svolítið, ok, ég má ekki klúðra þessu, skilur við. En það má ekki vera verra en það þú veist, með engri músík, skilur við. Það var næstu bara svona eitthvað, No Country for Old Men, sko, þú veist, sem svona alveg notoriously lítil músík, sko. Já, einmitt. En þetta var svo flott hjá honum. Og já, en þannig ég bara fæði sjá þetta og bara, já, prófaði bara að gera eitthvað. Þannig að, þú veist, ég bara með þetta, ég náttúrulega komið talsverða reynslu þarna, ég búin að gera brot, ég búin að gera fanga, búin að fá nokkra klukkutíma, þú veist. Algjörlega. Í vinnunni, þannig að, þú veist, ég hugsaði bara, ok, en ég veit hvers konar músík getur virkað aftur og hvað hægt að nota og ég kann að, þú veist, setja músík saman þannig að þú veist, það hægt að nota hana og á mismunandi hátt og nota element úr henni með einhverju öðru og blanda hlutum saman og, þú veist, búa til svona heilan heim. Það er bara svona heilan heim af einhverjum legoköpum sem hægt að kuppa saman á alls konar vegu, skilur við. Þannig að ég sett saman eitthvað svona, þú veist, eitthvað nokkuð Q eins og að kalla, skilur við, það var lögin kallið Q. Er þetta bara eitthvað svona mínúta eitthvað? Já, þú veist, já, þessu tilviki var þetta svolítið lengra, sko, þú veist, þá sett ég saman svona heil lög bara. Og ég fekk svona frá norðmönnunum, eða þú veist, einhver allir bara leist vel á, skilur við, og þá fekk ég 11 mínútur. Það fekk ég ekki heilan þátt, ég fekk 11 mínútur til að skora það.
Og Var þetta bara upp á öryggi að Já, þú já, ekki bara að dreifja svo netinu? Já, eða? algjörlega út af því, sko. Já. Og bara, þú veist, þú skrifur undir alla samninga, þú veist, að þeim mega bara drekja mömmuðinni ef að, þú veist, ef þú deilir þessu eða eitthvað skilur, þú bara, og og ég bara, sem sagt, ég ger þessa 11 mínútur og þá fekk ég ráðningu, þú veist, ég held að hafi tekið eitthvað, þú veist, rúman mánuð eða eitthvað, þú veist, bara... Var þetta bara svona audition ferli? Já, þetta var bara audition, sko. Og samt sko, þú veist, ég er ekki stórt nafn, skilur, en ég er samt alveg, þú veist, ég hef alveg gert hluti, skilur, ég er alveg svona, þú veist, ég er alveg seasoned svona allavega á Íslandi, en ég skil alveg, þetta er svona stærra, Já, dýrt verkefni vantarlega og svona. dýrt verkefni og eitthvað svona, þú veist, og þeir hafa auðvitað úr mörg að velja, og það er ennþá, þú veist, það var ennþá hlusta á, þú veist, Dag, þú veist, hann er svona alvöru auteur, sko, þú veist, og þeir vildi fá þannig leikstjóra, skilur, þannig að, þú veist, og þeir, Þeir eru ekki að breyta honum beint í rauninni. Nei, þú veist, og já, ég veit ekki, hann verður að svara fyrir það. Okay. Vona það besta. Já, skal fá hann til þess að... Það verður ekki að býra á Íslandi það? Já. Hann býr á Íslandi, flott. Hann lendi í einhverju alls konar, en það er hann þess að, Þannig að þú færist 11 mínútur og byrjar að Ég skoða það. fæst 11 mínútur, ég geri bara þess 11 mínútur, þú veist, bara eins og ég sé þetta, þú veist, og út frá því sem að ég var búinn að vinna að einhverju leyti, þú veist, ég var búinn að setja eitthvað svona tón fyrir eitthvað. Og þá, þú veist, þá fékk ég grænt ljós, frá þeim og eiginlega bara, já, sára litla nótur, sko, ég fekk alveg bara rosa mikið svona support. Þannig að það var einu bara mjög skemmtilegt væntanlega fyrir því þá að semja fyrir þessa seríu. Já, þetta var bara eitt skemmtilegast verkefni sem ég gert, sko. Já, ok. Það var líka dásalegt vegna þess að, sko, þú veist, maður vinnur rosa mikið í tölvu og svona, og stundum með maður, þú veist, að prógramera mikið og gera svona eins og brot og þannig, svolítið svona raftónlist. En þetta var svo mikið spilað, þú veist, það var svo mikið af gíturum og bössum og trommum og alls konar, og ég var bara að taka þetta allt upp í skúrnum og... Spila þú sjálfur á öll hljóðfærin eða? Ég reyndar, en ég fekk samt alveg hljóðfæraleikara líka, ég fekk, þú veist, Ólafur Björn Ólafsson kom og trommaði fyrir mig og Þorleifur Gaukur spilaði fyrir mig á munnhörpu, hann er búinn að vera að spila öllum á munnhörpu og Petlastíl, en hann var að spila munnhörpu í þessum. Passaði við þetta svona kúrika-væp, sko. Já. Og hann er svona eiginlega sólistinn minn í þessu. Oft er ég með svona sólista. Maríhöld kom og spilaði smá. Ég mátti nú ekki nota mikið af svona sólófiðlu neitt, en þú veist, það var svona ekki alveg stemningin. Og hún spilaði sög líka. Það var stemningin. Spilar hún hversu? Á sög. Sög? Já. Það var bara stríkur og sög með svona fiðlubúa. Er það að tala um alvöru sög? Já, kemur svona, þetta er alveg þing, sko. Já, ok. Þetta er annað skorið mitt sem ég er með sög, sko. Ég var líka með sög í foreldrum. Já, þið finnst bara svo töff hljóð, eða? Nei, þetta í bæðskiptinu þetta kom frá leikstjórum, sko. Það var Raggi sem var bara, getur haft sög í þessu? Getur haft sög? Já, þannig að leikstjónur báðu sérstaklega þetta hljóð. Eða þetta hljóðfæri. Það er áhugavert. Og þetta gerist þannig, þú veist, þetta er rosa mikið samstarf við leikstjóra og þetta er að reyna að finna tónin með þeim og og treysta á að þú veist, þú ert alltaf að koma með eitthvað, skilurðu, þú veist, það er ekki leikstjórans að gera músíkina, skilurðu, þú veist að leikstjóran er að reyna svona að útskýra fyrir heiminn sem hún er að hugsa eða hann er að hugsa og þú veist og hvaða funksjón, og við ræðum það svolítið, hvaða funksjón þú veist, músík hefur þú veist, það er mjög misjafnt hvaða, þú veist hvernig er besta tónlistin, eins og kemur tónlist þess að þú bara, hvað þetta er það bara þessi harmonía, bara samspil á milli, það sem sér á skjánum, það sem heyrir og hvað gerir góða kvikmyndatónlist, að góðri kvikmyndatónlist?
Það er spurning. Já, eða þú veist, ég meina, þú veist, að einhverju leiti þú veist, er þetta rosalega tæknilegt. Þú veist, þetta er bara svona, og þá er ég að tala sko, þú veist, hvað gerur til þess að hraða á sögu? Hvað gerur til þess að binda sögu saman? Hvað gerur til þess að leggja áherslu á karaktera? Þú veist, hvað gerur til þess að leggja áherslu á mood? Þú veist, hvenær notar þetta? Þú veist, er myndin spottuð eða ekki? Og leikstjórar eru bara, satt að segja, bara mjög misjafnir í þessu. Þú veist, þeir eru, og yfirleitt þegar illa gengur, þá kenni ég leikstjórnunum, sko. Ekki í tónskáldinu. Já, bara ángrín, sko. Líka bara þegar þú persónulega horfir okkur á bíómynd og þú er bara svona, þetta er ekki alveg að virka, kannski tónlistarlega séð, þá hugsaðu með þér, þetta er kannski að leikstjórn á það. Heldur betur. Og leikstjórinn og allir, skilur. Þú veist, þetta á að vera líka, þú veist, það er allir að vinna einhverju saman og þú veist, og ef að tónskáld er ekki með þessa tækni á beinu, skilur, sem er sko tæknin að segja sögu í gegnum tónlist, sem er ekki það bara að semja tónlist. Þú veist, þú verður með frábæran tónhöfund, sko, sem getur ekki endilega, sem það er leiðsögn í þessu, skilur við. Að segja sögurinn. Já, og ég var svo heppinn nefnilega, sko, að að þegar ég byrja í þessu, þá er það því ég þekki Ragga, því að Raggi hafði gert, þú veist, tónlistarmyndband með mér einhvern tímann, in the 90s, skilur við. Og og við höfum alltaf haldið sambandi, og og þú veist, á tímabili var það ekkert samstarf, ég kom bara, þú veist, kannski einu sinni, þú veist, 2, 3, 4 sinum á árið eitthvað, þú veist, hitt hann bara, fengum við kaffin í eldhúsi og reyktum sígarettur, skilur. Já, bara kjafta. Já, og og vorum bara svona, og vorum að ræða bara, þú veist, list og kvikmyndir og oft hann að segja mér eitthvað sögur, skilur, því að hann er sögumæður, þú veist, hann bara, já, þú veist, þetta fjallar gamla konu, þú veist, sem er þú veist, eitthvað, þú veist, ég er svo hrættur að segja, kjafta ykkur þannig að ég ætla ekki að segja meira, sko. Nei, ekki að segja eitthvað ópersónulegt. Nei, þú veist, kjafta ykkur handriti sem hann er með, skilur, í skúfunni, sko. Það er svo margar svona sögur sem hann er með í hausnum. Já, sem hann er sagt manni, sko. Einaði var til dæmis bara, þetta fjallar stelpu sem býr út á landi, skilur. Já, sem var Málmus. Sem var Málmus. Hún missi bróður sinn, sko, þú veist, en hún uppgötar svona metal, sko. Þú veist, og svona segir hann mér oft svona synopsis af einhverjum sögum, sko. En þegar kemur að því, það er ekki fyrir 2005, það er ekki fyrir 2004 væntanlega að, þú veist, ég útskrifast úr tónsmíðanámi 2004 og og gera eitthvað svona smá leikhús fyrir Benna Ellings í kjölfarið og það er ekki fyrir hann að, þú veist, að hann gerir börn og foreldra að hann, þú veist, biður mig að gera músík fyrir sig. Og það er líka svona svolítið, þú veist, ég meina, þú veist, ég vissi ekki neitt, sko. Skilur, en þú veist, það eru fleiri tónskáld sem hafa sagt þess að sögu, sko, og Carter Burwell til dæmis sem að, Coen-bræður, þú veist, Nota mikið og bjuggu til, sko. Þú veist, hann er þannig gæi, sko, þeir fengu hann bara alveg kaldan og hann vissi ekkert hvað hann var að gera. Það er svona, kannski, alveg klár gæi, skilur, þetta að tala við hann. En væntanlega tónlistamæður í grunninn. Og tónlistamæður í grunninn, skilur. En það er bara, það er það sem ég er að segja, sko, þú veist, það að vera tónlistamæður og það að vera kvikmyndagerðarmaður er sikur hluturinn, skilur. Þú verður að geta einhvern veginn áttað á því hvað það er sem að hvenær ertu að hjálpa myndinni og hvenær ertu ekki að hjálpa myndinni og hvað, þú veist, af hverju er músík þarna? Þú veist, af hverju ertu að hafa músík yfir höfuð? Þú veist, er það að gera eitthvað? Ef ekki, prófaði þá að mjúta það. Prófaði þá bara að slökka á henni. Bara hafa enga tónlist á. Já, prófaði að aðtöða hvort að sena virki betið þannig. Skilur, og það er oftast mistökin sem maður sér hjá öðru fólki er bara allt og mikil músík. Músík gerir ekki neitt. Og verðum með sko, ef verðum með þú veist, bara rosa mikið sound design alltaf, skilur við. Þú veist, við verðum bara að tala eitthvað venjulega núna, sko, og það væri bara eitthvað geðveikt hátt í ljósunum hérna. Það verður bara þreytandi, skilur við. Algjörlega.
En ef að það kemur á réttu augnablikki, að akkurat til ég segi við þig, byrju, Hafsteinn, bustaði þú ekki tennurnar í morgun? Og þá allt kemur eitthvað svona og þú bara fær kvíðakast að þú bustaði ekki tennurnar í morgun. Þá, þú veist, þá er músikinn, eða þá er sounddesignið að hjálpa kvikmyndagerðinni að segja söguna að þú ert eitthvað svona kvíðasjúklingur. Já, ég skilji. Skilurðu mig? 100%. Já, þú veist, tónlist þarf að hafa, sko, það þarf ekki endilega að vera svona dramatíst, sko. En þú veist, en þú verður að hafa funksjón og þú veist, það er alveg, þú veist, í animation, þá er músík allan tíman, hún er rosalega, þú veist, það sem að kalla cartoonish, skilur, þú veist, hún fylgir hverja einasta, þú veist, hverja einasta hreyfingu hjá karakterunum. Þetta hljómar rosa fín lína. Þetta er rosalega fín lína, þú veist, og en þetta verður ekki svona flókið að sjá þetta þegar þú ert búin að gera þetta nokkru sinnum, og þú ert að vinna með vönnuleikstjórum og þú ert að búin að horfa mikið á bíó og svona, og þegar við horfum, þú veist, kvikmyndagerð fólk horfur öðruvís á bíó heldur en venjulegt fólk. Algjörlega. Þú veist, þú heyrir ekki þegar Q-ið kemur inn, ég heyri það bara leið og músíkin byrjar, sko. Það er bara ding, að það kemur músíkin inn. Og þú veist, og svo fylgist ég með hvað hún er að gera, skilur við. Annað fólk heyrir þetta ekki. Skilur við. Ég veit það bara því ég hef oft hort á bíó með öðru fólki. Og þú líka kannt mörg trikk í þessu. Já, svo er það. Þú veist, þú kannt ykkur og þú skilur svona, þú veist, hvað þú getur gert og hvað þú getur ekki gert. Og svona, og það hjálpar, þú veist, það hjálpar bíónu stundum og stundum hjálpar það bíónu ekki. En er það svona að njóta þess alveg? Eða ertu of mikið að rýna í? Ef það er vel gert að næja njóta, skilur við, það þarf líka stundum að vera vel gert, en svo er, sko, þú vorst að segja, þú veist, hvað er uppáhalds? Þú veist, hvernig er þetta best? Mér finnst þetta áhugaverðast allavega að horfa á þegar leikstjórar gerir þetta. Sérst að þegar leikstjórar, sko, hvað meinar með því? Virkilega góðu leikstjórar. Ég var að horfa til dæmis Drúk, hefur þið séð hana? Nei, ég hef eftir að sjá hana, með Mads Mikkelsen. Já, Tómas Vinterberg myndina. Hann fer svo, þú veist, það er ekkert skor í tónlistinni. Nei, þú veist, það er ekkert skor í myndinni. Það er engin tónhöfundur sem að, þú veist, en það er mikil, músík er notuð. Meinar það bara, er það í atriðinu sjálfum? Er hann hlusta á lag? Já, það er plata á fónin, en svo kannski heldur platan áfram inn í næstu sinni. Já, ég skil, þannig. Það er svo meistarlega gert, sko, í þessari mynd, ég held ég yrði ekki eldri. Það er svo fallegt hvernig það er gert og hvernig það er notað með húmor og drama og öllu og setur eitthvað svona tón. Þetta var alveg bara, þetta var stórkostleg mynd, þetta er bara... Já, mér langar að sjá hana, ég er bara betri myndi sem ég séð í langan tíma, sko. Hún er svo skemmtileg, en hún er líka, sko, hún fer alveg inn á djúpið. Já. Og maður hugsa rosalega mikið sko... Er þetta ekki alkoholista? Nei, jú líka, en þú veist, hún fjallar rosalega mikið bara tilveruna og tilvistakreppu mannsins, tilvistakreppu karlmannsins, í nútímanum og og bara svona, þú veist, já, hún kemur inn á bara svona mjög mikilvæg mál. En þar notar henni fyrir frá samin lög. Já, þá er hann að nota svolítið mikið klassíska músík sem er svona, þú veist, eitthvað sem einhver karakter í myndin er að hlusta á og svona og og líka aðra músík en svona mest það heldur sér svona mest í gegnum myndina en svo er það, þú veist, hvernig það er notað undir senunum og hvar það byrjar og þú veist, hvernig það endar og þetta er bara svona, það er ofboðslega fallega gerð, svona hljómar ofslega vel þessi mynd en þetta er svona, þetta er náttúrulega mjög pent, skilur við þetta er mjög penu notkun á músík, skilur við hún er ekki kaffara nei, og þú veist, þú veit heldur ekki já, þú veist, hún er bara, hún fylgir bara karakterunum og sögunni þannig, sko. En er ekki ofta reyndið með að spila 100% með mann sem áhörnandi, bara eitthvað, þetta var rosa tilfinningaþrungi atriði, þá skulle bara þvílíkt keyra tónlistinu. Jú. Og það er erfitt að horfa á það, sko. Það er erfitt að horfa á þegar að vera að reyna að manipulera mann og það er líka vont
þú veist, ef performancein ekki nógu góður, þú veist, ef leikurinn ekki nógu góður Já, ég skilji. og einhver segir bara, þú veist, Pétur, getur þú skilurðu, Hjálpa til. sko, ég get gert alls konar, sko, tæknilega séð. Ég veist, ég meina, stundum er erfitt að láta, þú veist, dæmið það sem að þetta virkaði til dæmis einu sinni var, þú veist, það sem að þá var ekki að koma tími, það var ekki út af leik, skilurðu, eða slæmi leik, heldur bara tvær gamla konur slást í fangilsi og það var bara mjög erfitt að láta tvær gamla konur búið til aksjón úr því, skilurðu. Það leit bara einhvern veginn svo hægt og svona slaft út, sko. Það bara, Pétur, getur þú reddað þessari senu, þú veist, og þá gerði ég þú veist, músík, bara svona aksjónmúsík undir þetta, skilur við. Þetta er svo magnatriðir. Já, og þú veist svona, daldið svona, já, þú veist, og hérna, og daldið svona dark, skilur við. Og þá, þú veist, senan er allt öðruvísi eftir það, og þú veist, og þetta hjálpar þessari senu. Hjálpar þér að detta inn í að þetta sé svolítið upp á líf og dauða, skilur við. Þú veist, þetta eru hættulegar konur, sko, skilur við. Þær eru að fara að drepa hvora aðra, skilur við. Þetta er ekki bara tvær gamla konur eitthvað, þú veist, sem að verða fúlar og slá hverju aðra í hausinn með veskjónum sínum, sko. Þetta eru morðingjar, sko. Skilur við, þú veist, þannig að það er það sem við þurfum að setja fram, skilur við. Þannig að þið hjálpa til. Þá er ég að hjálpa sögunni, ég er að gera þær að. Þú veist, að hérna, stundum er maður aðeins að hjálpa því, sko, hjálpa, að draga fram, þú veist, skuggana og draga fram birtuna og draga fram kontrastana í myndinni og í sögunni, sko. En ég var að spyrja þess að þú nefndir No Country for Old Men. Mér finnst það mjög frábær mynd, en mjög áhugaverð mitt af því að ég tók eftir, ég reynda bara því ég sá hann í annað skiptið eitthvað, bara, vá, það er lengi tónlist í henni. Ég tók ekki alveg eftir því fyrst. Nei. En eins og þegar þú horfir á hana, eða sást hana, tókstu bara strax eftir þessu. Skilur hvað við, bara varstu bara, vá, þetta er áhugaverð nálgun að... Ég man ekki hvort að ég sá hana vitandi þetta fyrirfram eða ekki. Já, þú meina það. Það langt síðan hún kom út, sko. Ég held ekki, sko. Ég held að ég hef ekki tekið eftir því, sko. En hún er að koma út 2006, eitthvað. Hún er bara að koma út svona þegar ég er að gera mína fyrstu bíómyndi, sko. Að ég man ekki til mörgum svona dæmum, sérstaklega ekki svona stóra Hollywoodmyndir. Það sem er bara rosalega lítil tónlist er bara... Það er bara mjög fáir sem að kæmist upp með þetta, sko. Já. Skilur, það er bara mjög fáir... Af hverju virkaði þessari mynd? Sko, þeir lögðu upp með þetta. Það er eitt. Þeir Joel og Ethan Coen ákváðu að hafa ekki músík. Bara fyrirfram? Já. Það, þú veist, ég held alltaf að Carter Burwell hefði hort á myndina og sagt bara, það á ekkert að vera henni músík í þessari mynd. Það er ekki þannig, sko. Þeir ákváðu að hafa ekki músík í þessari mynd og og svo ákvörðum virkar að þeir hugsa þetta þannig. Stundum líka bara virkar, þú veist, ef með rosalega góðan leik, með æðislegan sinn kvikmyndatökumann. Algjörlega. Þú veist, bara Roger Deakins gerir þetta. Þú veist, ef með ógeðslega flott sound design, þá þarft ekkert endilega músík. En þú getur haft músík, eða skilur þú veist, og þú getur haft músík á svona einstakarstöðum, eins og þeir hafa, eins og Fargo til dæmis. Fargo er svona, sko, hún er svona, hvað kallar maður það, svona senuskipta músík. Það er ekki músík undir drama, kemur músík á milli, þú veist, þegar sagan heldur áfram, þá kemur músík. Ég var að horfa á mynd í gær, sem ég aldrei horft á, Moonlight. Já, einmitt. Rosa falleg mynd. Hún er svona líka. Alltaf þegar dramaði klárast og sagan heldur áfram og sagan er að propellast einhvern veginn, þá kemur skor. Þú veist, á milli, kemur svona andrými á milli, þess að þú fær svona smá öndun og það er kannski bílað, kannski keira eitthvað og eitthvað, þú fær músíkina og það er svona mútið í senunni og í sögunni er svona dregið fram og svo er svona smekklega dregið tilbaka. Fargo er þessi tegund af tónlist líka.
Það er rétt, já, það finnst þú að segja það. En það er mjög eftirmælið tónlist úr Fargo. Mjög svo, en það fær hún mikið pláss, þú veist, í þessum andarými sinum. Þetta er ekki beint montage. Þetta er ekki beint, þú veist, montage þegar saga er klift á milli, sko, á milli karaktera og eitthvað margt er að gerast og það er lag undir, sem er lag undir, bara kannski poplag eða eitthvað. Já. Þetta er ekki þannig, þetta er meira svona, þú veist, bara, þetta er það sem ég kalla bara þegar hringsviði snýst í Línu Langsokk. Já, ég skil hvað þú veist, þá kemur hér kemur Línu Langsokk og snýst til hérna hringsvið og við erum að fara inn í næstu senu heim til, þú veist, Tomma og Önnu eða eitthvað skilur og snýst hringsvið og það var svona músíka með hann og svo dettur hann niður. Það er svona transitional leið til þess að gera hérna. Þegar ég horfði næst á Fargo ætla ég að heimgrína þetta. Það er eins og að ég man eftir tónlist í þeirri myndi mitt, það er kannski bara skot af einhverju eða þú ert að fara þeim segir yfir í næsta atriði. Að þannig minningun er þetta þannig á mér. Ég ætla að horfa hann aftur líka. Kannski er nefnilega en þeir lauma sko stundum örugglega, þú veist, það gæti alveg verið, þú veist, kannski eitt og eitt í þessum blóðu atriðum eða eitthvað skilur. Ég veit að þeir lauma mjög mikið. Það er skor í No Country for Old Men. En það þá geðveikt minimalist. Það er rosalega minimalist og þú heyrir það ekki og það blandast alveg við sounddesigni. Það er meira alveg unnið í samstarfi við þetta heitir Skip. Það er maður ekki hvað heitir. En það hlýtur þá að vera meiri pressa á sounddesigner þegar hann bara veitur, það er eiginlega tónlist. Er það ekki? Nei, sko, já. Þú er eiginlega að fá Huldar eða eitthvað í spjall til að tala um það. Ég held ekki, sko, ég meina, þú veist, sounddesigner er yfirleitt búin að gera sounddesign, þú veist, þó að músíkin sé, sko. Stundum fá þeir að vita, þú veist, það verður mikil músík hérna, skilur þá, þú veist, þá geta þeir svona örugglega slakað á þeim. Já, þeir vita tónlist kemur þar inn. Já, en þú veist, það er alveg, og svo, þú veist, mér finnst alltaf fallegast þetta vinnur saman, sko. Þú veist, mér finnst það ógeðslega gaman í Utmarka og mikið af svona, einhverjum svona girðingum og eitthvað svona í bakgrunnum, þú veist, í sveitinni og sem að stundum, þú veist, hækkað í því, þú veist, þegar senan varð intense, sko. Og það var æðislegur, sounddesigner sem vann rosa mikið með mér í þessu, sko, sem heitir Bort, og ég var í miklu sambandi við hann og svo duglegur strákur. Við vorum svona einir og vorum að hlæja, sko, HBO var alltaf að tala um þetta, já, segðu tíminu hans og þeir halda alltaf við sem eitthvað tím, sko. Og ég alltaf bara eitthvað, ég er nú bara einnina, sko. Þetta er ekki tím. Nei, þetta er alltaf tím í Hollywood, sko. Já, einmitt. Í Hollywood er þetta bara með fullt af fólki í vinnu að gera þetta, skilur. En þegar maður sér með þessu stóru gauðra, John Williams og Hans Zimmer og eitthvað svona gæja. Hildur með tím. Já, mér hún alltaf orðin, er hún ekki bara frekar stór í dag? Bara risastór. Mér hún fekk Óskarinn fyrir Joker. Já. Það er ekkert grín, sko. Já. Ógeðslega flott. En eins með það, væri þú spenntur fyrir svoleiðisferli? Ég veit ekki hvort ég bara kynni það, sko. Já, þú meina það. Ég veit ekki hvort að ég kynni að vera með svona, þú veist, fólk í vinnu og eitthvað, ég bara, þetta ekki hvort ég myndi ráða við það, sko. Það búið verið svona stóran hóp af fólki. Ég er samt, þú veist, ég er tónfræði menntari, þú veist, ég kann að skrifa fyrir hljómsveitir og, þú veist, ég get skrifa músík fyrir önnur hljóðfæri og svona, ég hef gert það mikið gegnum tíðina, sko, ekki kannski fyrir sinfóníuljónlist mikið, en þú veist, en bara alls konar hljóðfæri og þú veist, ég hef skilning á því formati. Ég gæti þetta, þú veist, en ég er ekki með sko struktúrun í það núna. En er eitthvað svona löngun þér? Svona að prófa að tækla það? Nei, það er ekkert svolítið sér. Ekki beint, sko. Þú veist, ég meina, ef maður fengi, þú veist, ef kemur einhver rosa spennandi leikstjóri, þú veist, ég meina, ef maður fær spennandi verkefni, langar maður að gera þau, sko. Ég bara pæla hvort það myndi hræða þig of mikið. Já. Skilur? Það er ekki viftin. Það er svona heitt. Já, nú er það heitt, sko. Kvikt að henni. Ég skal græða. Já. Ég er bara að pæla hvort það myndi svona hræða þig bara eitthvað svona of mikið að þú er bara svona, nei, þú veist, þetta er ekki fyrir mig. Eða svona, já, þetta getur svona pínu spennandi. Nei, þetta er sko, þetta er meira það sko, þetta er bara meira, hvernig ég orða þetta, þú veist, þú kannski, þú veist, þyrfti bara að vera með, þú veist, fólk sem er bara tilbúið að leggja á sig 9 mánuða vinnu með þér,
skilur, þú ert að vera með fullt af undirverktökum sem eru bara tilbúinir að taka slaginn með þér. Ég veit ekki, kannski gæti ég þetta alveg, þú veist, og ég geti bara hringt í kollega mína og, þú veist, og þeim myndi benda mér á eitthvað, þú veist, eitthvað fólk, sko. Þú veist, það getur svo sem alveg verið. En Þetta er þannig ekki svona stærsti draumurinn í dag, að fara að gera nýja Marvel-mynd eða eitthvað svona stórt dæmi? Nei, alls ekki, sko. Nei. Ég hef samt svo gaman að því að horfa á, sko, að það er svo oft svo vel gert og svona. Og ég, til dæmis, þið voru að tala um Tenet daginn, Christopher Nolan. Hún soundar alveg stórkostlega, sko. Ég er alveg sammálað, þú veist, sagan er alltaf erfið, sko. Já. Og en það er svo gaman í bíó. Fyrir mig, að heyra eitthvað sem soundar svona vel, sko. Ég bara... Er það að tala um tónlistin eða sounddesign eða bara svona saman? Allt. Þegar þetta allt kemur saman, þetta er bara bíó í botni, skilur. Þetta er bara svona algjör bíó upplifun, skilur. Og þú veist, það er bara, mér finnst það bara ógeðslega gaman. Þú veist, mér finnst það alltaf skemmtilegra þegar sagan gengur upp, skilur. Já, það er bús. Og ef maður heldur með einhverjum karakter, það er ræðislegt, skilur. Þú veist, það hjálpar mjög mikið til. Það er skemmtilegra. Já, en mér finnst samt gaman að, þú veist... Þessi upplifun. Já, og bara heyra bara hvert þetta er komið og hvað fólk er að gera. Og þegar maður sér eitthvað svona, einhverja nýja tækni eða heyrir eitthvað svona ný sound, eitthvað spennandi. Var þetta ekki Ludvig Göransson sem gerði... Já, alveg rétt. Hvernig finnst þið sá? Það verður þetta skemmtilega að flippa þér. Já, það er úrslega skemmtilegur. Mér finnst það bara frábær, sko. Er þetta ekki bara ungur? Ungur gæi? Jú, þetta er bara einhver... Já, þetta er bara einhver tittur, sko. Einhver tittur? Já. Ég var að sá út af Mandalorian, Star Wars þáttunum. Já. Hann samdi náttúrulega fyrir það. Já. Ég sá eitthvað svona behind the scenes. Já. Að ég hef búin að sjá, ég hef aldrei séð hann. Ég hef búin að sjá fyrir mér eitthvað, sko, 16 kall. Já. Svo bara hann pínur svona hippalegur hipster. Hann bara ógeðslega, svona cool guy eitthvað. Og greinlega einhver snillingur. Algjör snillingur, já. Það var rosa flinkur músikant. Verður unnur líka með Childish Gambino. Gerir allt það stöf, sko. Já. Sem, þú veist, This is America og allt þetta sem var alltaf svona stórt lag. Hann, veist, þekkir eitthvað grunn hans? Er hann gítarleikari eða... Það er svona, kunni bara spila flesta hljóð? Já, ég held svona multi-instrumentalisti, svona eins og kannski við erum flest. En hann hafði með eitthvað svona tónfræði bakgrunn, sko. Já. Hann er eitthvað svona... Hlýtur að vera. Hann er eitthvað svona menntaður, sko. En sástu eitthvað Mandalorian? Já. Ég horfa á það með stelpunum minni, sko. Það var ógeðslega gaman. Þannig að þú ert búin að sjá þess að þetta. Já. Tónlistin í þeim? Já. Við tökum bara tónlistin aðeins. Já. Persónulega fannst mér hún rosalega flott. Já. Áhrifarík og töff stef. Já. Eftirminnilegt stef. Já. Hvernig fannst þér hún? Sko, mér finnst hún, bara fín. Þú fannst ekki rifin? Jú, og mér finnst svo gaman, mér finnst allt main theme þetta, það var ógeðslega flott og svona, og svo stundum fannst mér hún vera svona svolítið bara svona genreleg og svona basic. Svona svolítið basic, en það sem er náttúrulega stóra við þetta er rosalega departure, skilja því að sko Star Wars heimurinn er bara John Williams. Já. Og John Williams er bara risa svona orchestral sound og dálítið svona líka að einhverju leiti gamaldagslega til þess að segja sögu, sko. En líka, þú veist, hann er bara búin að, hann skepur þetta, þú veist, þetta fag. Svo mikið. Já. En finnst þér að vera þú segir svona gamaldags, ertu að tala er hann of svona grand eða svona stór eða? Já, ég ætla það ekki, stundum bara svolítið melodískur, skilur, þú veist, stundum er ekki alltaf, þú veist, bara, hérna kemur vondi kallinn, skilur, kemur svolítið þetta, sko, þú veist, þetta er svona attitúdir sem er ekki skeri lengur, skilur, þú veist, bara, ef þessi músík kemur og, hérna, þú veist, ef þú myndir vera með eitthvað svona svartöða típ í dag, þá kemur ekki með þetta er bara barnalegt, sko. Skilur við? Þú myndir bara aldrei gera það. Ég hef aldrei hugsað það. Nei, en þú veist, Star Wars eru barnamyndir, að einhverju leiti, sko. Já. En hérna, en þú veist, ef þú erum eitthvað svona í dag, þá myndir miklu frekar, þú veist, notaði mitt bara hljóð og óhljóð og eitthvað til þess að skapa óþægindi.
þegar þessi svarti maður kemur inn, skilur sem að, þú veist, drepi fólk með hugarorkunni, skilur Væri þetta kannski meira eins og Joker í Dark Knight? Var það ekki bara svona Jú, akkurat. Það er nútímalega leið til að útskýra mann sem er ekki alveg með sönsum, eða skilur sem er ódreitnalegur. Fannst þið það töff í Dark Knight? Ógeðslega flott, já. Þú sást hana, varst það bara, þetta er töff. Já. Hún verður líka alveg mjög sjanrarlega á köflum, uppáðsatriðin er dásanlegt, það er rosa rytmíst, sko. Og og þetta sem hún mannst, það bara kemur á örfáum lykilmomentum fyrir, skilur. Eftirminnilegt. Já, eftir bankaránið og horfir á hann og heldur á grímunni og horfir á grímunni og þú kemur þetta, hann stendur við götuna, eitthvað skilur. Þú veist, bara svona rétta, bara svona establishera þennan karakter, sko. En þar einhvern veginn einmitt kemur þetta svo saman, sko. Þú veist, það hefði verið, ég myndir ef það hefði verið, sko, ef að Jokerinn hefði verið eitthvað eitthvað skilur, það hefði verið hræðilegt. Er þetta smá andstæðan við Darth Vader svona stefið, skilur, eins og segir og svo bara þetta er raun og veru sko miklu meira nær bara raftónlist, nálgun raftónlist, þú veist að hugsa bara ok, ég með fiðlu og ég ætla að búa til bara svona eins og syndatótt sem að verði alltaf magnar og magnar eftir þessum að opna filterinn eða eitthvað þannig, skilur. Þetta er á miklu meira skylt við þá hugsun í tónsköpun og og þetta er ekki bara tónskald, þetta er líka bara leikstjórar hafa verið að fikta við þetta í gegnum, og ég meina að hugsa bara Kubrick, hvernig hann gerir, þú veist, Shining eða 2001, skilur við. Hvað heyrir þú fyrst? Og heyrir bara noise orkestru, skilur við. Það er 1968-9, skilur við, sem hann er að gera það. Og í myrkri, sko. Það er bara svart og það er bara, þú heyrir bara Penderecki í bara, ég veit ekki hvað langan tíma, þú veist, bara einhverja mínútur, skilur við, bara einhverju noisi, bara til þess að establishera eitthvað sem er óskiljanlegt og eitthvað mood, og þú veist, maður er ennþá að reyna, þú veist, ég skil ekki ennþá þessa mynd, sko, en samt skil ég hana, en samt Ég þarf kannski að sjá hana. Já, þú þarft að sjá sem mynd. Það er svo margir frá að tala um henni í podcastinu. Já, ég meina hún, sko, þú veist, það er ekki talað í henni í hálftíma. Er hún skemmtileg? Sko, já, hún er já, en hún er erfið, sko, einhverju leyti. Þú leggur ekki í hana. Málið, ég var góðan vin, við erum með svona svipaðan smekk. Já. Og hann er búin að sjá hana. Hann sagði bara strax, þetta er ekki mynd fyrir þig. Og mér langar auðvitað að sjá hana, bara þetta er partur svolítið af kvikmyndasögunni. Svolítið, já. Ok. Ok, ég er að downplaya það, þetta er stór partur af kvikmyndasögunni. Og ég veit bara, ég ætla aldrei að samfara kæristunum sjá þessu mynd. Nei. Getur gleymt því. Nei. Og ég þarf að réttum gýr. Því mér langar svona að kunna meta hana. Það kemur að einn daginn ég horfa á hana. Kannski líka bara aðeins að, þú veist, ef þú ætlar að fara inn í þessa mynd og búast til Dark Knight, skilur, þá verður fyrir alveg gríðarlegum vombriðum. En ef þú ætlar að sjá til dæmis bara hvaða áhrif hún hafði bara á vísindaskáldssögum, hvaða áhrif hún hafði á Star Wars. Ég meina, þú veist, gameskipin í Star Wars hefði ekki orðið gameskipin í Star Wars nema bara út af bara rannsóknarvinnun sem fór í að gera 2001, sko. Algjörlega. Þegar þeir töluðu við alveg vísindamenn og hvernig myndu, þú veist, geimför árið 2001 líta út. Og þú veist, það er bara eins og öll gameskip sem við hefum bara séð síðan þá, skilur við. Það er bara flóknar, flókin tæki. Algjörlega. Og það er bara svona hluti, það er bara pínlegt hluti að þessu. Ég meina, þú veist, sko, ef maður fer inn í að horfa 2001 á okkur svona, þú veist, svona eins og þú setja bara að horfa á Matthew Barney. Skilur við hvað Matthew Barney er? Nei. Myndlistarmaður sem gerir svona, þú veist, kærastinnar Bjarkar. Já, það gerir svona rosalega skrýtnar myndir. Þú veist, það sem að, þú ert ekki búist við að fá henni endilega sögu eða neitt þannig.
ef ferði inn í hérna þannig eða það gerir Jodorowsky skilur hérna Alejandro Jodorowsky sem gerir hérna Holy Mountain og það nei, þetta svona psykedeliska myndir sem ekki með svona venjulegum sögutræði skilur ef þú ferði inn í það þannig þá hún langbesta þannig mynd sem verið gerð skilur bara svona by far skilur okay. Ég þarf að vera sérstökum mindset til þess að sjá að einhverju leiti sko hún fer af myndinum hans Kubrick þá hún svo mynd sem fer langmest inn á myndlistarsviði finnst mér sko svona að vera meina þannig að tala við því í gegnum sko poesíu sem að eða bara poesíu kannski en hún að blanda saman öllum þessum hlutum sko ég fíla alveg Kubrick ég sé flestar myndir sem hann hefur gert og mér finnst hann var mjög fær kvikmyndagerðarmaður þetta bara hann sko fyrir mér hann sko bara eitt stærsti listamaður síðustu aldar skilur hann ekki bara fær kvikmyndagerðarmaður þið veist bara að vera já myndur þú segja bara top 10, top 5 maður bara taka fyrir bara þú veist hverjir breyttu landslægi listsköpunar á 2000-öldinni þá Kubrick hann í top 5 sko þú veist það bara ekki spurning sko hver uppáhaldsmyndi þetta? Ég held að sé Shining sko Shining? Já, ég held að sko kannski bara því að horta oftast á hana sko en já, það eitthvað svona hún líka kendi mér svolítið sko þú veist, það einmitt svona leikstjóri sem að sko sumi segja það bara, já, þú veist tónlistin á geti alltaf að segja það sem að á skjánum eða eitthvað skilur, tónlistin á stundum að vera, þú veist, að gera andstæðan við það sem að gerast og eitthvað svona Kubrick, þú veist, það margir nota hans að dæmi það, hann gerir það aldrei þú skilur ekki kvikmyndatónlist og heldur það að hann sé að gera andstæðina við það sem að gerast á skjánum hann að gera nákvæmlega það sem að gerast á skjánum, bara ekki það sem þú býst við að sé skilur, það stór munið þarna á þú veist, þegar hann notar Vínavalsana í 2001 þú veist, það sem út með Gameskip og eitthvað skilur, þá var hann bara að tala þú veist, þetta bara hápunktur siðmenningarnar skilur, þetta er fínt og fallegt og það sem að mannskepnir færum að gera skilur, og þú veist, þannig að út í geiminum skilur, þú veist, þannig að fólk finnst þetta einhverju leiti, þú veist, sterkir andstæði litir, en hann ekki hættur að segja söguna, skilur. Nei, ég skilur. Hann ennþá að segja söguna, sko. Og þessi Shining, það eftirmyndin tónlist í henni. Já, líka bara allt músíkin í í Clockwork Orange, þú veist, í slagsmálsinum, það sem bara svona gleðileg músík. Það að það bara ógeðslega gaman hjá þeim. Að lemja og nauðga fólki. Já, einmitt. Skilur, þeim finnst það bara ógeðslega gaman. Já. Þú veist, þeir eru bara siðblindi menn. Já. Og þú veist, þó að við skiljum þá ekki, skilur við. Nei. Þá verið að reyna að portræra þessu, skilur við. Áhverju punktur. Já. Þú horfir á þetta, sér eitthvað sækóa og heyrir gleðilega tónlist. Já. Þú veist, algjör andstæður. Já. En svo segir, ef þú setur í þeirra spor. Akkurat. Það er áhugavert. Já. Það er það sem er að gerast, sko. Og Shining var náttúrulega, hún líka bara þú veist, stilti þetta, horror-genre algjörlega, þú veist, bara fram að því þá var horror-músík eitthvað, einmitt, þú veist, dan, og þú veist, og upp úr þessu þá var hún bara, þú veist, bara eitthvað noise og þú veist, að því að hann var að nota þannig músík, hann er að nota, þú veist, Penderecki, hann er að nota Ligeti og hann er að nota Bartók, svona heila út í gegn. Og reyndar Wendy Carlos, syndamúsíkinu allir eftir hann, sko. Sem að gerði, hún var fræg fyrir að gera, sko, Bach með Moog synthesizerum. Já. Þannig að, þú veist, þú heyrir bara, þú veist, allar þessa, Bach-tónlist, fallegu polyfónísku barokkmúsík, þú veist, spilað á synthesizera sem var alltaf alveg á þeim tíma bara út í hött, sko, en hún gerði þessar plötur og það urðu vinsælar og Kubrick var einhvern veginn ósniður að átt þess að hann geti notað hana einhvern veginn og setti einhvern svona skrítin nútímalegan tón, sko, því hún er sérfræðingur á
þessa synthesizera, sko. Á þeim tíma þar sem fólk átti, núna eiga allir einhverja synthesizera eða bara tölvur geta gert þetta eða hvað sem en á þeim tíma það var þetta bara mjög skrítið erfitt hljóðfæri sem bara svona dýrir háskólar áttu. Er það tala í kringum 80 eða eitthvað svoleiðis? Já, þessi mynd kemur út 1980, sko. Þú veist, á þeim tíma, bara tímanum á undan, þú veist, í 60, þú veist, 50, 60, 70, þú veist, þá er þetta bara, þetta er svona verða kommersial á þessum tíma, að þú getur keypt, þú veist, einhver sem að, þú veist, á bara hús og bíl, skilur, getur keypt sér, skilur, synthesizer. Það er bara svona eins og kaupa sér flíil eða eitthvað, skilur. Já, ég skil. En fyrir þann tíma þá var það bara ekki hægt, sko. Nei. Þetta er það er bara svona framleiðendur að koma þarna upp úr, sko, endur upp kannski svona 70, þetta ekki, svona seinni hluta, 8. áratugurinn, 75, 6 eitthvað. Þá er þetta að gera, sko. En hún er svona í framvarðasveitinni að því að, þú veist, þekkja þessi hljóðfæri og skoða þau og náða að vinna músík. Mást eftir músíkinni þegar, þú veist, þegar Shining er að byrja, það er svona þyrluskott. Já, og bíllinn er að keyra. Já. Og þú veist, svo músík er hún, sko. Það eru synthesizerar og Mér myndi að það hefur svolítið töf, sko. Það var mjög flott, sko. Og verður líka flottar þegar tíminn líður frá einhvern veginn, sko. Já, finnst hún eldast vel, þessi mynd? Shining? Já, stórkostlega, sko. Já. Ég sammálaður. Frábært. Ótrúlega vel. En líka bara, þú veist, að því að hann er svo mikill myndlistarmaður og hann túlkar oft hluti sem ekki í gegnum poesi, sko. Þú veist, í gegnum svona ljóðrænu, þú veist. En það er bara, þú veist, það er bara hluti sem hann gerir sem að er svo skrýtnar ákvarðanir. En eru samt svo hárréttar. Er það eitthvað í huga? Já, til dæmis bara eins og þegar butlerinn er að tala við Jack inn á klósti. Þá eru, sko, þá færðu ekki close-up að þeim. Þú veist, þú ert bara í einhverjum víðum ramma ógeðslega lengi. Já, hann býr til sko tension með alveg óbúðslega svona allt öðrum aðferðum heldur en bara er venjan að gera í Hollywood. Þú veist, bara þarna establisher þeir eru inn á klósti svo klippur á andliti á mannum sem er að tala. En þannig er þetta bara með menn að tala og þú eiginlega svona næstum með nakkasvipin að þeim í svolítið tíma. Og hann notar oft svona fjarlægar, svona svolítið myndlistarlegar, svona portréttmyndin alltaf líka stundum, bara eins og Mjólkubarinn, skilur þessi fræga mynd í Clockwork Orange, sem er alltaf bara svona eins og bara málverk, skilur bara svo mynd bara, og þú komið músík undir þetta og eitthvað svona hægt trackskot eitthvað, það er bara gæsahúð bara allan daginn, skilur en svona moment eru líka í 2001, skilur þú veist, og fullt af þeim, sko, en þú veist, það er ekki eins mikil svona saga að hanga í, sko. Og ég var spenntur að sjá það, það er svolítið síðan ég sá Clockwork Orange. Já. Bara, ég var að tjekka henni. Já, mér langar alltaf þegar ég líka bara fyrir að tala með það, langar alltaf að sjá það aftur, sko. Þú ert búin að selja mér það, sko. Þetta eru líka þannig myndir, skilur. Þetta eru svona myndir sem maður á að horfa á reglulega, því að þú veist, maður lærir alltaf eitthvað nýtt þegar maður sér það, sko. Maður fær alltaf eitthvað út í því, sko. Ég ætla svo gaman að sjá þess að þegar ég sá Clockwork Orange, ég sé hana tölvöld seinna, 30 árum eftir hún kemur út eða eitthvað. En þá er ég samt að ég var ekki með neina tengingu við hana, ekki neitt svona nostalgíu dæmi, en ég var samt bara, vá, hvað þetta er góð mynd, maður. Já. Það er svo gaman. Já, einmitt. Lendur á gamlu myndum sem það er ekki séð. Já, maður finnur það líka bara, þú veist, maður finnur það, þarna er leikstjóri sem að, þú veist, veit svo miklu meira en þú. Hann er svo ógeðslega gáfaður. Þú veist, það er bara svona, maður er svona, maður finnur það bara svona, vá, þú veist, hvað er að gerast, skilur, af því að það er svo margir svona hlutir að einhvern veginn spila saman til þess að búa til þessu upplifun. Já. Og og hann er svo flinkur í að þið fóru að tala hvað heitir Shelley Duvall og þetta, þú veist, og þennan smánarblett sem ég er sammála rakka, þetta er svolítið leiðilegt með þetta atriði, sko. Það skemmir smá. En sko, mér finnst líka Kubrick er í raun og ekki, sko, leikstjóri. Skilur, hann er ekki þannig leikstjóri.
hann er svo miklu meiri myndlistamaður og listamaður. Já, ég skil og hann er svo mikið maður formsins heldur en að vera sko að leikstýra fólki, skilurðu, í þessum hefðbundna skilningi. Og vera góður í mannlegum samskiptum og svona. Já, ég meina, þú veist, hann gerir enga svona, eða þú veist, ekki fyrir mér allan, þú veist, einhverjum svona Vinterberg-mynd, skilurðu, þess að, þú veist, eins og þessi mynd sem ég voru að horfa á með helgina, skilurðu, þess að þú ert bara einhverjum raunveruleika, skilurðu, en samt með einhver svona passlegu svona dassi af poetry til þess að vera entertained og húmor og allt þetta, skilurðu. Hann er svo allt öðru, Kubrick er svo allt öðru, sko, bara sólkerfi einhvern veginn, skilurðu. Þú veist, heldur en aðrir. Það bara, líka bara ímyndar að vera að gera þessa hluti, til að byrja með bara, hvernig varð svona mynd til? Þetta er rándýrmynd, sko, 2001. Já. Hvernig var það hægt að gera þetta? Stúdíóið sofnaði bara á verðinum, skilurðu. Þú veist, þetta er bara, þú veist, það myndi, þú veist, það verður aldrei gerð svona mynd aftur. Aldrei. Skilurðu það? Skilurðu, að því hún er svo dýr, hún er svo arti, og hún er eitthvað datt inn á, sko, eftir að hafa verið í sýningum svolítið tíma, og datt hún inn á eitthvað svona, þú veist, fólk fóra, þú veist, er ekki að gras og fara í bíó, skilurðu. Já, þú veist, á þessum tíma, 69, skilurðu, en að hipparnir fóru svona einhvern veginn að pikka þetta upp, sko. Já. En, þú veist, en fram að því, þú veist, og bara ákvörðunin að gera svona mynd, þú veist, bara, það hefur ekki lesið handritið eða neitt, skiljum við, það er bara að því að maður búin að gera einhverjar hvað heitir, Dr. Strangelove, jú. Veist, að því að maður búin að gera einhverjum svo successful myndir á undan, skiljur að þá bara, já, þú veist, hann átti að redda þessu eða eitthvað, skiljur, en ég er samt svo þakklátti fyrir það, sko, þú veist, bara að kannski getum við gert svona, þú veist, í áttina að svona mynd, þú veist, með nútíma tölvutekni, sko. Meina það bara með tölubrellum og eitthvað svona? Já, eða bara, þú veist, að því að við eigum bara, þú veist, ódýrar kamerur sem taka upp í góðum gæðum, þú veist, við erum með tölvur sem getum klift sjálf og einmitt við getum gert örgulega kannski, í framtíðinu verður örgulega bara hægt að gera CGI sjálfur, einhvern veginn, þú veist, bara með einhverju svona object, þú veist, based forröðum. Þú meina þú getur experimentað á ódýran hátt í dag? Já, ég meina, þú veist, þú getur bara gert, ég held að Vinterberg með þess að gerði einhverja bíómynd á nei, hver var það? Soderbergh. Soderbergh gerði á iPhone? Á iPhone. Þú veist, bara til að tjekka hvort það er hægt, sko. Sem er crazy. Ég er ekki búin að sjá þessa mynd. Ekki ég heldur. Mér langar að sjá hana, sko. Ég er spenntur. Þetta hljómar áhugaverð. Ég hefði samt viljað bara einhver punkari myndi gera það, þú veist, einhver ungur Harmony Korine myndi gera það, sko. Já, bara einhver svona nobody bara... Já. Já. Þú veist, ég er að bíða eftir að það gerist. Það á eftir að gerast, að einhver svona krakki, þú veist, svona á bilinu svona 18 til 22 ára á eftir að gera eitthvað svona stórkostlegt kvikmyndaverk. Eitthvað svona 2001 dæmi? Nei, ekki 2001 dæmi, eitthvað svona sem að hún, þetta verður örugglega stelpa, eitthvað sem að hún er búin að fatta, skilurðu, að það er hægt að gera með miðlunum sem hún er með, þú veist bara, ég er bara með MacBook Pro og iPhone og svo í þessa vini og eitthvað, skilurðu, hún á eftir að, þú veist, þetta á eftir að gera, sko. Það á eftir að koma eitthvað svona næsta svona Harmony Korine, eitthvað svona típa, skilur, eitthvað svona hörð myndlistorka, skilur. Já, ég skilur það. Eins og Gummo eða hvað heitir síðasta myndina, hún var líka mjög hörð myndlistorka, mjög gaman að horfa hana, þú veist. Eftir Harmony? Já, þarna með stelpunna með skíða. Springbreakers. Já. Einmitt, svona, þú veist, svoleiðis orka, skilur, sem er svolítið svona kúbrísk orka. Ég trúi því að það eigi eftir að koma kvikmynd að gera kona sem á eftir að gera þetta. En í dag, finnst þér vera, ef við tökum bara svo stóra kerfið, Hollywood systemið og eða bara sem þeirra Ragnar gerir myndir á Íslandi, þetta kostar pening, er pláss fyrir svona fólk í þessum heimi? Eða verður þetta að vera bara... Það gerir sér bara pláss, eins og allir listamenn í gegnum tíðina. Þú veist, það verður bara óneitanlegt, þú veist, það á enginn eftir að geta sagt nei við hana, þú veist, að því að hún á bara eftir að hafa gert þetta sjálf, þetta verður bara svona DIY dæmi, skilur. Já, ég skilur. Og hún á bara eftir að, þú veist, hún eftir að rocka öll filmfestivalin með þetta, skilur við, hún á bara eftir að túra bara með
myndina, bara eins og fólk er að gera. Og Algjörlega. Bara eins og, þú veist, ég búin að vera að vinna með Ninnu Pálma. Þú veist, hún bara búin að vera að fara á festival með stuttmyndina sínar, sem hún bara býr til sjálf. Þú veist, ég held að, þú veist, það eftir að koma svona feature, skilur, svona stór mynd sem verður svona, sem að enginn eftir að hafa vita að það væri verið að gera. Skilur, ég skilur. Koma bara svona out of the blue, einhvern veginn. Já. Er það að sjá það fyrir bara næstu 20 árin, eða? Ég bara svona næstu 5 árin, sko. Þú ert að segja það? Já. Ég bara býð eftir þessu. Ég veit þetta aftur að gerast og við höfum eftir að læra svo mikið af þessu, sko. Þannig að hún eftir að gera eitthvað stórkostlegt, sko. En er þetta ekki, þú veist að tala um bíómynd, að þessi manneski myndi gera bíómynd. En þessi dag, er þetta ekki svolítið mikið búið að færast yfir í sjónvarp? Er þetta ekki sjónvarp bara vinsællega fólki? Jú, þess heldur sko, ég heldur sko bíómyndaformatið á ekki eftir að deyja og kannski á það eftir að færast bara meira yfir í arthouse-sinnum, skilur við, bara eins og það hefur alltaf svolítið verið. Þú veist, það er ennþá verið að semja sinfonísk verk og það er ennþá verið að mála málverk með olíulitum, skilur við. Þú veist, formatið á ekki eftir að deyja, skilur við. Ef þú heldur ekki? Nei. Þú veist, það fólk á eftir að vilja gera einhverjar, þú veist, 90 mínútna myndir og eða 120 mínútna myndir, skilur við, og bara til að segja, þú veist, eitthvað. Svo veit maður ekkert hvað, þú veist, þegar þessi stelpa er búin að gera þetta, að hvað gerist? Hún áttur að fá tilboð frá stóru netverkunum að gera einhverja seríur og eitthvað dót, skilur við. Alveg pottið. Og ég meina sástu Skam, ég sá það nefnilega ekki allt, en þú veist, það var eitthvað svona, þú veist, þetta voru norskir unglingaþættir. Já, nei, ég ekki sjá, ég hef heyrt um þá. Ofboðslega gott, sko. Já. En ég horfði ekki á það allt, sko, því að, þetta lendi svona stelpunnar og horfa þetta saman á heimilinu mínu. Já. Ég bý á kvennaheimilu, sko. Já. Bý með 4 stelpum, eða 3 stelpum og 1 tík. Þú ert í algjörðu minnihluta. Algjörðu minnihluta, sko. En þannig vil ég hafa það, sko. En eins og með það, eins og með sjónvarp, að því að Páll Óskar kom til mín og hann sagði, hann með það pælingu eins og ef að Scarface 30 tíma gangstermynd, ef hún verið gerð í dag, þá væri það líklega sería. Ég hugsaði það líka. Ég held sjálfur rétt hjá hann, sko. En er það sorglegt eða... Nei, mér finnst þetta seríuformat svo lengi sem það fær, þú veist, listrænt frelsi og það fær budget til þess að gera það á sama hátt og Scarface að gert, skilur við. Það finnst mér að raun og veru betra, þú fær miklu meira rými til þess að developera karaktera. Algjörlega. Skilur við. Ég myndi eiginlega frekar vilja sjá, sko, þú veist, 6-8 seríu Scarface heldur en Scarface, eða skilur við? Já, ég skilji. Það verður ekkert verra, verkið verður ekkert verra fyrir vikið, sko. Nei. Og það þarf ekkert heldur endilega að vera svona, þú veist, stundum talaði að kvikmyndi verður svo rosalega indulgent, skilur við, þú veist, director's cut er svo indulgent að það er allt inni eða eitthvað, skilur við. Þú veist, ef þetta er hugsað þannig, þú veist, þá er bara aðeins meira, það er bara meira andrými, þú veist, ég þoli ekki að horfa á myndir sem eru ofkliftar. Nei, það sem er bara, það er bara svona búið að vakúmpakka sögunni, bara og það er bara ekkert eftir á lofti. Vistu, það er andstæðan við fargjóðlítið þess að þú færði þetta andrými á milli, skilur þú fær bara einhver að keyra í bíl, smá músík og eitthvað svona, þú leifir söguna þess að anda, skilur við. En er það ekki pínu gall í dag, því nú erum við svo yngri kynslóðin, hún er alast upp með iPad, interneti, social media, TikTok, þar sem vídjón eru bara 15 sekundur oft eða eitthvað. Er þau að nenna, ég pæla oft í framtíðinni, svo strákur minn, strák sem er næstu 7 mánaða. Já, til hamingju. Já, takk fyrir það. Fyrsta barn. Já, skemmtilegt. Erfitt. Það er skemmtilegt. En ég fór að hugsa, ég ólst upp sem kvikmyndaáhugamaður. Pabbi minn var að sýna með bíómyndir og ég er að alast upp svona 90s, ég fæddur 83. Ég fór að hugsa þegar strákur minn, segjum bara að hann er 15 ára, þetta er 15 ár. Ef hann verið kvikmyndaáhugamaður, verður það bara svona svo að vera vínilplötu áhugamaður í dag? Þú veist, hvert er þetta stefna? Þetta meina, sko, ég meina þú veist, fólk er ekkert að horfa á Kubrick eða venjulegt fólk er ekkert að horfa á Kubrick eða Kurosawa eða skilur, eða Hitchcockin, sem skilur, þú veist, ég meina, þú þarft að hafa áhuga á kvikmyndum til þess að fara þangað, já, þú veist, þannig að, þú veist, ef hann verður þannig kvikmynda, alvöru kvikmynda áhugamaður. Verða fáir þannig eftir 15-20 ár, verður þetta meira bara stuttaklippur. En það er ennþá, ég er að segja að það er þannig í dag, sko.
ekki bara ekki framtíðinni, þú veist, bara kveikmyndaáhumennum höfum við í dag, er það það? ég er bara, þú veist, krakkar í dag, Já. þú veist, þú veist, á TikTok og þú veist, og þau eru, það sem merkilegt við þau eru fyrsta kynslóðin sem er alin upp við social media, sko. Já. Þú veist, dóttir mín er 12 ára, hún er raun og veru fyrsta kynslóðin sem er bara, þú veist, það sem er eðlilegt að vera með einhvern avatar fyrir sjálfan sig. Já, þú veist, þú ert þú, svo ertu þú á internetinu. Er þetta ekki steikt? Þetta er fáránlegt, sko. Þetta er alveg fáránlegt. Þetta er svo steikt að það bara, í raun og veru í gegnum tíðina, það hefur bara verið frækt fólk sem hefur, þú veist, þurft að vera svona, skilur við. Já, þú veist, annars vegar ertu, sko, Johnny Cash heimaður og svo ertu Johnny Cash, skilur við, þú veist, The Man in Black, skilur við, iconið. Þú veist, og eða Tom Cruise, eða whatever, skilur, þú ert alltaf með eitthvað svona public persona. Já. Núna er eins og sé bara, þykir bara fullkomlega eðlilegt að bara mamma mín og allir eru bara með public persona. Það er ekkert eðlilegt við þetta, sko. Hver er framtíðin, skilur? Þetta verður bara svona, þú veist, við erum alltaf að fara að lifa þessum tveimur lífum, við erum að fara að lifa á internetinu líka og við erum að fara að lifa, þú veist, venjulega lífinu líka. Framtíðin er svo að við þurfum að ná að aftengja okkur við þessa avatarinn okkar. Bara, ég er ekki manneskjan á internetinu og svo endanum að aftengja okkur við hugan. Já, en mér finnst það áhugavert að því maður er að horfa núna, eins og segja, sérstaklega yngri kynslóðin. Það er kannski að horfa á bíómynd, en það er líka í símann. Já, ég reyna sko ala það upp af þeim. Þú veist, ég náttúrulega stjórnaði ekki þegar ég er með iPadin eða eitthvað, skilur, og er að horfa á okkar sem þær eru að horfa á. En ef við erum að horfa á þætti, bara eins og Mandalorian, skilur við, þá er það ekki leyfilegt, sko. En finnur þú eitthvað svona mótstöðu? Nei, það eru, þú veist, það er skilningur. Það er skilningur og það er vitað það líka, skilur, það eru svo klárar, skilur, það er vitað alveg, það er ekki, þú veist ekki present með myndinni eða mér eða þú ert bara í símániðin, skilur. Nei, mér finnst það bara að gefa auga leið. Já. En mér finnst margir ekki alveg fatt þetta. Bara ég get alveg hort og verið í símanum. Nei, þú veist, það þarf að vera vakning, sko, á þessu. Fólk er líka bara að horfa, þú veist, við höfum heldur aldrei haft aðgang að, þú veist, ég meina, þegar við erum alveg upp þá er bara Vaff og S-tækið og þú ætti kannski einhverjar margar spólur að einhverju, skilur. Þú veist, og sömu kannski átti bara alla Friends-seríina eitthvað. Núna er bara, þú veist, þú er bara með aðgang að Friends og bara einhverju svona, þú veist, léttara, fróðukendara efni sem hún getur bara haft einhvern veginn á í bakgrunnin og ég er bara búin að heyra þetta áður, skilur. Eða, þú veist, og ég bara einhvern veginn að hlusta á þetta svo, ég meina, stelpa mín gerir mikið að teikna og hafa eitthvað svona í bakgrunnin. Þetta er bara eins og að hafa músík í raun og veru. Þú ert að hlusta tónlist og teikna. En þú ert bara með eitthvað þátt eða eitthvað, skilur. Mér finnst þetta samt alveg svona, ég skil þig og það er margir sem gerir það, mér er samt svo stór munur á þessu. Persónulega get ég ekki gert það, sko. Ég get hlusta á tónlist og gert eitthvað annað, en það er líka ekki visual miðill. Nei. En að vera með eitthvað þátt í bakgrunni, ég kannski horfa á Jaws í 100 skipti, ég er samt ít á pási því að fyrir að pissa. Já, akkurat. Skilurðu? En það er líka því að maður er nörd, það er kannski, ég ekki alltaf að allir séu svona. Nei. En ég bara velta fyrir mér sem er bíó. Nú kom COVID og það sló allir út á læginu, sérstaklega kvikmyndið innaðinn. Og menn var bara að segja, já, framtíðin er bara streymisveitur. Fólk er ekkert enn fyrir bíó. Hvað finnst þér það? Sko, samkeppni sem bíón hafa núna, þú veist, ég er endur ekki með svona eitthvað geggja heima á mér, þú veist, ég er með alltaf læg, skilur, eitthvað venjulegt, eitthvað svona sjónvarp. Bróður minn er með eitthvað svona 60 tómmu sjónvarp, skilur. Það þykir ekkert voða skrítið í dag, skilur. Þú veist, það bara, báðir bræðir mínir, fyrir ekki, þeir eru báðir fættir 84 og aldrei við þig. Þú veist, þeir eru báðir með svona risasjónvarp og einhverjar, þú veist, græjur tengda við það, þú veist. Menna mínu skapi. Menna þínu skapi. Þú veist, það þarf að vera helviti góð ástæða fyrir þá að þú veist, horfa ekki á myndina heimi á sér. Skilur við. En eitt sem að bíó gefur, og þú veist, það er náttúrulega ekki, þau eru náttúrulega misfalli og allt þetta þessi kvikmyndahús, en þú veist, það gefur þetta svona sacred space sem er, þú veist, heilagt, þú veist, þú stoppar ekki myndina. Nei. Þú talar ekki í bíónu. Þú lappar ekki fram hjá skjánum.
skilurðu, Mhm. allt svona áreiti sem að getur átt sér stað heima þeir, skilurðu, símiðin ringir ekki, skilurðu, hann kannski ringir en þú veist, þá allir bara, Já, skilurðu, það fótt ekki svar í hann. já, fáið þú að gera það, sko. Hvað fátt þú ekki? Algjör fáið þú að gera það. Þannig að þú veist, þetta er svona svo kirkja, skilurðu, Já. leikhús, bíó og svona þetta, þú kaupið inn á heilaga stund með kvikmyndinni þinni. Mhm. Og ég vona við, þú veist, ef að COVID-guðin leifir, skilurðu, Mhm. að við getum haft tónleika og haft þessa heilegu stund Það verður. og við getum haft heilega stund með kvikmyndunum okkar, skilur við, fyrir mér er þetta það, þetta er heileg stund og hún er, og þetta er alveg andleg, sko, praktík fyrir marga. Finnst þér sérst gaman að fara í bíó? Já, mjög, ég elska að vera í bíó. Já, þú myndir ekki Ég vilja ger ekki missa mikið, það. sko. En þú myndir ekki vilja missa það? Nei, alls ekki, sko. Og mér finnst mjög gaman að sjá svona stórmyndir í bíó, sko. Mhm. Þú veist, mér finnst mjög gaman að sjá, ég fór á Black Widow, sko, Ok. með stelpunum minni, og Hvað finnst þetta Marvel-dót? Hvernig fílar það? Ekki fyrir þig? Tengdasonur minn hann er ekki gladur í að segja að það sé ekki gott, skilur, en það er ekki gott. En það er sumt sem er gott, skilur, þú veist, það er bara, hvað heitir, origin-sagan á honum, Úlfakallinum, Logan. Já, Logan. Já, Það var fín mynd, Já, einmitt. þú veist, og Marvel er, þú veist, ég elskaði Batman-myndina, en hún er ekki Marvel, hún er DC. Nei. Að þetta er rosa stórt batteri og pælega hver er þín skoðun á þessu? Ég er alveg samla á rakka, alveg komið nóg að þessu, skilur. Þú veist, þú þarft ekki... Spider-Man 6. Og ég tala nú ekki þú ert með eitthvað svona, ég hef aldrei tengt við eitthvað Transformers eða eitthvað, skilur. Þú veist, bara, hvernig ná maður að, þú veist, tengja við þetta? Eitthvað vélmjanna kalla sem breytir sér í bíla og gameskip eða eitthvað. Ég er bara svona, það er aðeins svo mikið, skilur, fyrir mig. En ég er rosalega mikið fyrir alls konar, sko, fantasíudót og svona, af því að ég get séð metafórið. Þú veist, eða ég finn hana, skilur, þú veist, þú horfur á vampírumyndir, þú veist, maður finnur af hverju, þú veist, maður finnur hvað þetta er, skilur, finnur hvað bjó til þessar sögur fyrst, skilur. Og fyrsta svona bíóásti mín var, Dracula. Eftir Coppola? Já. Já, ok. Og líka bíó tónlistarást, sko. Það er brjálu tónlist. Ógeðslega flott, sko. Það er brjálu tónlistinni. Og það er romantíst og það er reynda melodíst, en það er samt einhvern veginn af því að þetta er romantísk mynd. Hún er nefnilega romantísk. Þetta er mynd ást. Já. Þetta er ástarmynd. Þá er hún, þú veist, þá er hún með þetta svona romantíska og svona ógvægilega. Þú veist, þetta er eiginlega svona einhver djöfull sem verður ástfangin, skilur við. Já. Þú veist. En svo líka það er svo falleg saga, þú veist, á bakveðan, af hverju hann verður það sem hann er og allt þetta. Mér finnst þú vannmetinn. Stórkostlegi búningar hinn, sko. Þú veist, það eru geðveiki búningar hinn. Djöfull er hann fucking skrítin. Skilur þegar hann er í japanska kjólnum. Já, rauða. Já. Og þegar hann er orðinn gamall og með snúðana. Þú veist, þetta er bara... Geggjálug. Þetta er geggjað, þetta er bara svona... Lady Gaga er bara að horfa á pop núna og horfa á þetta. Þú veist, hún er bara, þú veist... Líka því þetta er svo lang, þetta er svo kjóllið mitt og hann er svo langur, það síður. Já, og svo gerir hann eitthvað svona, þú veist, úr því líka, hann vinnur einhvern veginn með svona gamaldags kvikmyndatekníkar, með tíma og eitthvað svona, hvernig svona hlutir... Já. Ferðast hratt. Það er rétt. Og hvernig rottirnar labba á hvolfi. Já. Ég átti þessa á einhverju svona, þú veist, Vaff og Essi og þú veist, þegar ég var svona unglingur, skilur, þá, þú veist, og ég var svona svolítið svona, þú veist, ég var í dauðarokki og svona, ég var í svona dark shiti, sko. Þú tengdi þessum mynd þá? Þetta tengdi alveg bara alla leið, sko. En eins og hryllingsmyndir yfir höfuð? Mjög lítið, sko. Þú ert ekki fyrir þær? Nei, mér finnst, ég bara thrillerar, ég fíla thrillerar, sko. Og Raggi heldur hann sé alveg ósamlega mér, en þú veist, hann veit bara ekki alveg hvað thriller er, sko. Ég heldur Shining er meiri thriller en horror eiginlega, sko. Já, þið finnst það? Já. Þú veist, Ice White Shut er definitely thriller. Já, það er alltaf ekki horror. Nei. Ég hef alltaf litið á hana sem dramamynd.
Alltaf drama í öllu. Mér finnst þú að vera thriller. Já. Þú veist, eða eitthvað, þú veist, bara, þú veist, það er ógnanna, sko. Clockwork Orange, thriller. Hún er ekki horror. Nei, ég myndi ekki kalla horrormynd. Já, ekki sem er svona thriller. En eins og Seven, myndur þú kalla það thriller? Er það ekki? Persónulega myndi ég gera. Já. Frekan horror. Já. Þó þessi ógæslega dót í henni. En hvað er horror? Þú veist, hvað er, hérna, Exorcist, það er náttúrulega horror. Já, ég myndi kalla það horror. Hellraiser er horror. Já. Ég hef ekki hort á það, sko. Með naglan í hausnum. Já, einmitt. Ég bara, þú veist, ég næ ekki alveg tengingunni við það, sko. Ég held að sé bara einhvern veginn, eða þú veist, þeir eru eitthvað svona bara vond til þess að vera vond. Ég þarf einhvern veginn að trúa á vondakallin. Já, ég skil þig. Þetta er kannski bara aldrei svona að heilla þig. Þetta horror genre. En eins og Hereditary, hefur þú séð hana? Hún er nýleg. Það er horror en samt og drama líka. Ég meina, hann rækki talaði we need to talk about Kevin. Já. Skilur, þú veist, það er einhvers konar horror. Þú hefur séð hana? Já, þú veist, ég veit ekki hvort ég geti hort á hana aftur. Það er mynd. En nú langar mig að sjá hana aftur, sko. Ég er rosalegur, eins og hann, sko, ég er rosalegur, hérna Ramsey aðdáðandi, mér finnst hún vera stórkostleg. Talandi músík og að vinna úr músík og hljóði, þú veist, að bara, hún er meistari í því, sko. Hún er algjör meistari. Og það er hlutir sem að hún og Kubrick og svona geta gert, sem að við tónskaldi getum gert, við hefum klift eftir hlutum og svona, skilur, klift efni, þú veist, alveg, og nota músík og þú veist, og músíkin einhvern veginn verður til í klippinu, eða, sko, skilur, það sem að bara eitthvað, þú veist, eins og í hérna, You Were Never Really Here, hérna síðasta myndin hennar, með Joaquin Phoenix, sem er svona eina mínum uppbólsmyndum. Bara allar tíma? Já, þú veist, mér sem geðveik, sko. Finnst hún betur en We Need to Talk About Kevin? Ég get bara ekki hort We Need to Talk About Kevin aftur, það var svo fókst erfið, þú veist. Hún er allavega meira entertaining og hérna, ég veit ekki, þú veist, kannski er hinn myndin betri, ég veit ekki, ég man ekki það vel eftir henni, sko. Mér fannst bara svo erfitt, það var svo eftirminnilega erfitt að horfa á hana. Já. Að hérna... Hún er erfið, sko. Ég þyrfti einhvern veginn að ná að aftengja tilfinningarna mínar, sko, til þess að geta horta á hana. Þú veist bara, horta á hana bara kallt. Hvað, þú sagðist þegar 12 ára stelpu og 21. Og 21. Ég voru að pæla hvort það hefði breyst eitthvað hjá þér, því að ég finn það hjá sjálfum mér, að eftir eignast barn, suma myndir, atriði, reista dýpa. 21 skilur, þú veist, ég var 23 ára, ég átt hann, skilur. Já, frekar ungur kannski. Þú veist, ég þekki ekki annað líf, sko, en að vera pabbi, sko. Bara bött svo lengi. Já. Þannig að, jú, auðvitað hefur það einhver áhrif, sko. Þú veist, þetta var bara, þetta er náttúrulega bara einhver horror, skilur, að horfa barn vera svona vond. Já, líka svona móður sem að hún einhvern veginn næri ekki alveg að elska barnið sitt eins og hún hefði viljað, sko. Nei, menn það er fyrir sér mynd. Þetta er ógeðsleg mynd. Þetta er rosalega, hún er þung og átakanleg. Hún er rosalega góð. Ég verði aðeins að spyrja út í eitt og það er í samband við tölum aðeins um Star Wars og svona gömul stef, fræg svona kvikmyndu tónlist. Star Wars lögin eða Back to the Future eða Jaws eða eitthvað. Þetta er ekki allt John Williams, eða? Ég hef mikið af þessu. Nei, Alan Silvestri gerði fyrir Back to the Future. Okay. Jurassic Park, ég held að það sé John Williams. Erum við að fá svona í dag? Svona eftirminnileg, svona kvikmyndastef í stórmyndum. Ekki beint, sko, af því að það er ekki alveg, þú veist, það er ekki alveg pláss fyrir þetta að einhverju leiti eins mikið lengur, sko. En af hverju ekki? Við erum alveg að gera stórmyndir í dag. Já, það bara, þú veist, það er ekki, sko, til að byrja með titlar hafa einhvern veginn breyst svolítið, skilur við, þú veist, þannig að, mér veist við, ég held að attention spanið er farið úr því að við, þú veist, titlarna er eiginlega búnir í þáttum, en ég held að það sé líka svona minkandi space fyrir titla í hérna bíó bara, þú veist, yfir höfuð. Meinar bara lög í hvað mennur? Nei, bara titlar, þú fær bara eins og bara Bond-þímið og þú er bara með eitthvað sequence af bara titlum, bara sem út bara sjá bara, þú veist. Já, þú ert að tala um bara kreditlistan í byrjun. Já, það eru titlar. Já. Heitt heitir kreditlista, það er í endan. Já, það er endan, já, þú ert að tala um í byrjun. Já. Titlarnir eru bara að minnka og þar eru við daldið svolítið, þú veist, þar fær main theme alveg rosa svona stórt.
Vá, ég hefði aldrei pælt í þessu þannig. rosa stórt space, sko. Ég er að hugsa Back to the Future 2, það er alveg langur titill. Já, ég meina, allar þessar bondmyndir og Star Wars þegar textin að fara þú veist hérna og þú bara heil lengi og þetta lesa bara eitthvað in a galaxy far away from here, skilur þú veist, Vá, ég hefði aldrei pælt í þessu svona. fólk er ekkit þetta er ekki þannig lengur, sko. Það er ekki, veist. Heldur að sé út af bara svona, eins og segja, attention span. Það sé búið að breytast bara, hjá nútíma áhorfenda. Já, ég held það, sko. Að við nennum ekki lengur að sitja Já, einhverju leiti og svo bara, við sjálf bara við erum öll að breytast, skilur, líka kvikmyndi gera fólki, við erum öll að breytast hvernig okkur langar til að gera bíó, kannski fyrst okkur þetta bara gamaldags, skilur, kannski langar okkur að byrja myndina öðruvísi núna. En mér finnst bara ofta með þessar Marvel-myndir, nú erum við búin að gera eitthvað 20 okkar myndir. Mér finnst ekki mikið af eftirminnilegri tónlist í þessum myndum. Nei, ég er ekki búin að sjá þessu fakkast hvað er það. En svo Black Widow. Ég fannst það gaman að þessu músíkinni Black Widow, það var svona annað, það var aldrei svona, þú veist, það var svona tæknilegir hluti sem ég fannst skemmtilegir sem gengu upp þar stund. Í hljóðu þá. Já. Þú veist, eins og í slagsmálusinni sem var eitthvað svona rosa hátt í músíkinni en ekki mikið að gerast, skilur, sem er ágætt ágætt fyrir fólk að hafa í huga sem er að reyna að gera músík í bíó og stundum er betra að hafa færri hluti impactful heldur en rosa dense, þú veist, þá með eitthvað rosa dense lag þá bara, og þú veist, það er ekki pláss fyrir neitt annað í, það eins sem getur gert er bara að lækja laginu. En ef þú bara með svo slög á stangli, þú veist, eins og gerist þarna svolítið þarna í Black Widow, með einhver alveg flotta músík, en þú veist, það er sem pláss á milli tónana og milli trommana og þannig, skilur, fyrir önnur hljóð, þá einhvern veginn getur hún verið miklu hærri og haft miklu meiri áhrif. Þetta er svo gæl hlustaði þegar ég er bara djúðilegt að hugsa þetta dælan. Ég er líka bara að hlusta allt þessi heldur en annað fólk, skilur, þú veist að ég er bara búin að vera að vinna í þessu. Já, þú skilur grunninn og þú skilur að ég heyri bara tónlist. Og svo bara stundum þegar myndin er búin, það er bara eitthvað, ég man ekki svona eftir. Nei. Svo horf ég aftur myndin og ég er bara svona, mér finnst það bara basic tónlist. Ég greindi ekki dýpina það. Nei. En mér langaði að spyrja henni, það var umræða í svona kvikmyndaáhugamannagrúpp á Facebook í sambandi við svona hversu mikil prósenta tónlist er í bíómyndum, hversu miklu máli það skiptir. Og þá var rosa skipta skoðanir. Sumir voru bara hversu miklu máli það skiptir fyrir myndina? Í sambandi við bíómyndir. Hvort það hefur áhrif á myndina eða ekki? En bara hversu miklu máli skiptir tónlist í bíómyndum? Já. Sumir sögðu, 50-50. Mér finnst tónlist að vera helmingur á myndinni. Hvað finnst þér um það? Bara önnur prósentuspurning. Já, þetta er svona prósentuspurning. Þú veist, það er ekki hægt að svara prósentuspurningu, sko. Þú veist, því að en svo þín tilfinning, hversu miklu máli skiptir? Til að byrja með, við tölum bara ranking, skilur, og list. Þú veist, ég fylgist alveg stundum með, besta platan eða eitthvað, skilur, podcasti. En ég er á móti því að hugsa bestu plötuna, þú veist, af hverju? Af hverju að segja, hvað er besta myndin hans Kubrick? Af hverju? Þetta er list, sko, þetta er ekki keppni. En er ekki gaman að svona Jú, það er alveg gaman að analýsera og svo sjá hvað mann finnst flott og hvað er fallegt og hvað er besta myndinars, hvað er það besta sem Raggi Braga hefur gert? Það er bara allt. Hann hefði aldrei gert eitt nema hann hefði gert hitt. Ég hefði aldrei gert eitt nema ég hefði gert hitt. Þú veist, bara þú veist, hver er betri þessi? Við erum í svo rosalega keppnismiðuðu umhverfi, sko, þú veist. Og skiptir tónlist máli? Já, skiptir gríðarlegu máli. Skiptir þarf hún alltaf að vera? Nei, alls ekki. Þú veist, hún þarf ekki alltaf, þú veist, þú getur verið með myndir eins og No Country for Old Men, hún gengur alveg fullkomlega án tónlistar. Skilur, þú veist, skiptir það máli fyrir box office kannski? Þú veist, örugglega, þú veist, þeir eru örugglega búin að komast að því, þess vegna er svona mikil músík í myndum. Ég skil því að sko, músík getur keyrt sögur og getur stytt myndir. Skilur, það er það sem fólk átti sig ekki á. Það er svona, þú veist, ef þú sér senu og svo sér hana með músík, þá gengur hún hraðar, því að það er rytmundurinn, skilur. Ég bara svona, við kannski föttu það ekki? Nei. En það er að virka á. Því að þú veist, þú fær heldur aldrei að sjá senuna með tempunu og síðan ekki með músík og síðan með músíkinni sem er notuð, skilur. Ég fæði að sjá það.
þú veist, ég fæ að sjá þegar hlutinni virka ekki, þegar hlutinni virka og svo að reyna að láta hlutinni virka. Skilur við? Þetta mjög áhugavert, Þú veist, en sko, músík getur eyðilagt myndir. Það gerir það fyrir mér oft, sko. Manstu eftir einhverju nýlegu dæmi? Nei. Þú vilt ekki muna. Nei, við erum ekki að, við erum ekki að fara í einhver einstök dæmi, en það skiptir engu máli, skilur. En þú veist, músík getur eyðilagt myndir. Þú veist, músík getur, alveg svo slæmi leikur eða vont handrit eða slæmi leikstjórn eða vont sound design eða allt bara. Þetta getur allt saman eyðilagt. Og finnst það kannski vera of mikið af henni? Er hún bara ekki réttur stöðum eða bara blanda? Það er bara að blanda þessu. Oftast er það of mikið. Ef þú ert með of mikla músík þá gerur hún ekki til hún á að fara að gera eitthvað. Skilur þú? Nei, ég skilji. Þú ert bara búin að vera með eitthvað sull undir einhverju senu og svo bara kemur mómentið þar sem að mamman segir eitthvað sem að, þú veist, skiptir öllu máli í sögunni. Og músíkin breytist ekki neitt og það gerist ekki neitt og það er bara allt flatt, skilur við. Það hefði verið betra að sleppa því að hafa músík. Það hefði impactið verið miklu meira í þetta, bara að mamman hefði sagt þetta, skilur við. En ef þú ert með hitt ofan á, þá er raunverulega dregur úr öllu og fletur allt út. Þetta hljómar svo miklu flóknar en ég. Já. Ekki það, ég hef alltaf borið virðingu fyrir tónlist í bíómyndum. En svona, ég hef aldrei það er svo gaman ég var þessu stórast ég spenntur að heyra frá þér. Já. Að bara, þetta er miklu flóknara og miklu tæknilegra en ég held. Já, svo er þetta náttúrulega bara, þú veist, það er allir sérfræðingar á einhverju sínu sviði, þú veist, og ef þú gerir eitthvað nógu oft, þá myndar þér skoðun á því hvernig þú gerir það, alveg hvort þú ert að ég veit ekki, þú veist, með eitthvað smörrubröð eitthvað staðar eða, þú veist, eða pípari, skilur, þú veist, bara þú lærir eitthvað handverk, þetta er líka bara, mikið af þessu er líka bara handverk. En, þú veist, sumt, í þessu tilviki, þá ertu annars vegar með svona tæknilegt handverk við það hvernig þú segir sögur og hvernig þú getur hjálpað bíómyndu og eitthvað, og svo ertu með þetta listræna aspekt líka. Og svo ertu með það sem að ég kalla, sko, menningalega tengingu, þú veist, ef þú með mynd sem gerist í Frakklandi þá vera með, þú veist, einhverja, þú veist, franska harmoniku eða eitthvað, skilur. Já, ég skilur. Eða þú ert með, þú veist, eins og Velkomin til Utmark sem gerist í Norður-Noregi að vera með, þú veist, kannski einhverja gítara og eitthvað svona, þú veist, eitthvað svona meira folk-based músík, þú veist, sem myndi kalla country en er ekki það, bara alls ekki, en þú veist, og nota þannig eitthvað svona sem að hjálpa einhvern veginn að leta sjón, eða með mynd sem gerist, þú veist, löggumynd in the 70s, þá ertu með ákveðin, þú veist, kannski eitthvað á Waka Waka, þú veist, músík, skilur þú veist, sem að, þú veist, kallar á þann tíma. En hvað finnst þegar menn leika sig kannski með? Kannski með einhverja periodmynd, svo með hip-hop tónlist? Já, stundum virkar og stundum ekki. Já, eftir að sjá þessa mynd sem að hún, Sofía Coppola gerði hún ekki einu svona Marie Antoinette eða eitthvað? Ég sá hann ekki. Hún var með eitthvað svona, alveg bara, þú veist, fólk í bara rockokó kjólum sem eru bara búið að vera að smíða í 5 ára eða eitthvað. Skilur bara eitthvað rosalega periódu dramabúninga og svo bara eitthvað nútíma, þú veist, unglingatrakk undir. En það er þá... Mér langar að sjá það, sko. Sjá hvernig það virkar? Já, sjá hvernig það virkar. Ég átti svolítið erfitt með, það var, þáttaserið sem hétt The Nick, sástu hana? Já, með Clive Owen. Já. Gerist í svona, hann er læknir í, þú veist, í aldamótinu eða eitthvað. Já, einmitt. Og það er svona synthesizerar undir allan tíman. Ég átti smá erfitt með, ég átti svolítið langan tíma til að samþykkja það, sko. Já, þér fannst það kannski ekki alveg passa? Nei, mér fannst það... Mér fannst það töff. Já. En mér fannst það skrítið, sko. Svo stundum bara, þetta er bara mismunandi og alls konar, sko. Því Soderbergh gerði Nick. Já. Hann er oft verið við hann gerir mynd á iPhone. Hann er greinlega eitthvað svona experimental gaur, sko. Já, mér finnst það stundum áhugavert. En ég verð að spyrja út í Tarantino. Já. Væntanlega sé marga myndir sem hann hefur gert. Af því hann segist oft skrifa með ákveðin lög. Af því hann er kannski ekki mikið í svona kvikmynd að skori beint, en hann hugsa með lög. Hann er gert eina mynd bara með Ennio Morricone. Já, Hateful Eight. Já. Annars er þetta í rauninni bara lög. Hvernig finnst þér svona hans nálgun? Hann er náttúrulega snillingur. Hann er svona dæmi svona, þú veist,
það sem að við getum öll lært af, þú veist, hvernig maður nota músík og hvar og hvernig. En hann líka dæmi með þennan leikstjóra sem getur gert hluti sem að kvikmyndatónskóld gæti aldrei gert, sko. Því að, þú veist, ég alltaf bara að vinna með, þú veist, þessi, þú veist, í kringum alla hinna og allt þetta og ég fæ bara eitthvað klipp sem að lítur bara svona út og gætur byrjað eitthvað hérna og endað eitthvað hér, skilur við. Og meðan hann að gera bara, þú veist, hluti, bara sko, þú veist, bara kemur bara eitthvað, þú veist, close-up af þú veist, henni Uma Thurman í Kill Bill, skilur bara í gula búninum og það bara eitthvað flautur í gangi, skilur þú veist, þetta leikstjórnarlega ákvörðun, þetta ekki kvikmynda tónlist per se, skilur þetta leikstjórn að gera eitthvað awesome, skilur en fílar það? Já, þetta geðveikt auðvitað fíla þetta með af hverju kemst hann upp með þetta? Af hverju ekki allir að því að hann veit nákvæmlega hvað hann að gera hann ekki að klúðra neinu hann ógeðslega flinkur í þessu hann ógeðslega góður í að sko velja músík, það nefnilega ekki allir leikstjórar, Martin Scorsese það ekki, sko. Þú veist, hann snillingur í því, sko. En finnst þið Scorsese ekki vera eins góður í eins og Nei, minnst hann eyðileggja Departed. Með lögunum? Og músíkin ég er ekki að horta hann í langan tíma, mér finnst hann ógeðslega góður sem mynd. Ógeðslega vel leikinn. Þú veist, frábær saga, var ég búin að segja vel leikinn? Hún ógeðslega vel leikinn. Vel leikinn. Þú veist, bara ógeðveikt kast. Já. Það var allt frábært við þessu mynd. Músíkin einhvern veginn alveg off. Hann notaði þar mikið af lögum. Já, einmitt. Típist. Tróði ykkur Rolling Stones slagi eitthvað stæðar sem á ekkert heima, skilur við. Ekki Stones oft í myndunum hans? Jú, hann dýrka Stones, sko. Þú veist, það líka bara svona, þú veist, búin að leikstjóra sem eitthvað... En svo eitt sem Tarantino alltaf gert. Hann til dæmis hefur kynnt mig fyrir rosa mörgum lögum og hljómsveitum. Já, því að hann tónlistarnörd. Já, að því að svo hann svo ekki, skilur. Hann bara nörd. Bara svona, hann þekkir bara eitthvað, þú veist, eitthvað surf rock lag frá, þú veist, 60 eitthvað sem enginn veit hvað og hann bara eitthvað upp á að slæja hans og hann bara að fara að nota það í einhverju bíum, skilur. Og svo allir bara, yes, þetta geggja lag. Hann bara, ég veit, skilur. Því að hann bara, hann bara veit bara alls konar shit og bara gramsar í einhverjum gömlum plötuskapum, skilur. Svo þessi Kill Bill, það ekki einhver japansk kvenmanns hljómsveit? Já, hún nú í myndinni, það ekki? Jú, en það samt, hann bara, þetta geggja, höfum í myndinni og þetta geggja. Já, hann líka svo mikil entertainer. Hann þú veist, hann að gera, sko, það sem Þórður kallar pop og coke, sko. Það er alltaf pop og coke sem hann gerir. Já, en svo líka, þú veist, þetta kannski fín lína, veist, af því að mér finnst þetta líka að vera rosa vöndu list, þetta ekki bara... Mjög vöndu list, já, algjörlega. En samt, hann gleymir ekki pop coke elementinu. Nei. Þú veist, þú ferð með ákveðna væntingar að sjá næstu Tarantino mynd og þú veist, það ekki langt frá því að vera svona, þú veist, Guy Ritchie eða eitthvað þannig, skilur, eitthvað svona, það svona snappy og þú veist, það verið að fara með í ferðalag og þú veist, og þú bara spennt beltin, skilur þú veist ekki hvað að fara að gerast, þetta verður geggjað, skilur þú veist, það ógeðslega gaman. Það ógeðslega gaman. Þú veist, það ógeðslega gaman og gaman að líða þannig líka þegar maður fer í bíó og þú veist, og sérstaklega þegar hann uppfyllir væntingarnar og stundum fyrir lengra, sko. Mér fannst Once Upon a Time in Hollywood geðveik. Ja, þér fannst hún geðveik? Alveg geðveik, minnst maður bara með betri myndir sem hann gert, sko. Já, þér fannst þú svona góð. Já, pínu svona fyrir ombröðum að því ég var bara svona... Það var kannski ekki nógu mikið popkóki í henni, sko. Hún var nefnilega aðeins hægari, sko. Mér fannst hún líka að vera svolítið sem þú tala um aðan svona eitthvað self-indulgent, mér fannst þú svolítið vera þannig. Já, hann það náttúrulega svolítið, sko. Já, mér fannst vanta bara einhvern veginn, þú veist með Brad Pitt, DiCaprio, frábæri leikarar, mér fannst þetta skemmtilegi karakterar. Mér fannst þetta ekkert fánið að gera neitt. Nei. Þetta meira eitthvað svona mood piece einhvern veginn. Já, svolítið. Mér fannst þetta rosa fallegt, allt þetta með, ég náttúrulega bara, langt síðan síðan, sko, en ég nú ekki alveg inn í henni, þetta með, þú veist, tilvistakreppu DiCaprio og hvernig hann lék það allt saman, skiljum, það sem er alveg stórkostlegt. Brjálar í svona mynd. Og senan sem hann leikur, hann að leika, hann sé að leika, en hann samt einhvern veginn í lífinu sínu þetta og bara, maður bara slefaði, sko. En hvað finnst þú um það? Tarantino ætla bara að gera 10 myndir, hann ætla ekki einu viðbót svona hættur. Er það ekki pínu leiðilegt? 11 raptala mín. Er það 11 myndir sem hann ætla að gera? Nei, hann ætla ekki að 10. Já. Þess það verður þá 10. myndin hans. Já, var hann ekki samt eitthvað að segja að hann væri að djóka með það? Nei, ég er búin að sjá nýlegt. Hann var í Joe Rogan, podcastið þar. Já. Hann sagði, nei, ég ætla að halda með það. Ég vil freka vera gæinn upp á sviði sem allir vilja halda áfram vera upp á sviði
og þið viljið meira, en þá er ég farin. Já. Þú veist, það er alveg cool hugsun, en er þetta ekki pínlegilegt? Jú, ég meina þú veist bara mest leðilt fyrir hann, sko. Ég skil ekki alveg af hverju maður myndi velja sér þessi örlög bara til þess að vera cool. Já. Skilur, ég myndi miklu frekar verið að gera lélega músík alveg bara fram í dauðan. Það? Já, til þess að mér líði bara betur. Já, ég algjörlega, þú veist, ég meina, maður verður að sleppa þessu ego og kjaftaði, sko. Já, þú ert alveg Og er bara með eitt líf, sko. En frekar verið að gera góða músík með góðu fólki eða lélega myndir með, þú veist, með góðu fólki, en bara eins og Raggi var að tala skilur við. Já, þú meina þetta snýst, þetta er lífið mitt, skilur við. Þetta er hluti af lífinu mínu, sko. Þetta er að búa eitthvað til er bara, þú veist, ef það kemur eitthvað gott úr því, skilur við, þá er það, þetta stefnum maður að reyna að gera meistaraverk. Maður verður líka að reyna að gleyma sér í því og að hætta að reyna að gera meistaraverk, skilur við. Skilur við, því að það er eitur í hausnum að þeir, skilur við. Já, þannig að þú vilt meina að eins og með hann, að hann pælir rosa mikið í katalógin, hans katalóg af þessum 10 myndum, hann vill að sé svo solid. Þú ert að meina það að maður á að hætta að pæla í svoleiðis? Já, mér finnst það. Mér finnst það maður gaman að hann skuli vera að gera alltaf góða myndir og metnaði ekki þarna og svona, en ég skil ekki bara, þú veist, nema hún finnst bara leiðinlegt og vilji bara vera að veiða eða eitthvað, skilur við. Þú veist, þú veist, að það sé bara það sem hann langar til að gera núna eftir þessu 10, að það sé bara erfitt fyrir hann, þá skil ég hann alveg, sko. En ef hann er bara kvikmyndabuff, ég veit ekki neitt í heiminum sem er meiri kvikmyndabuff heldur en Quentin Tarantino. Hann er horta á bara einhverjar, þú veist, allar B-myndir bara, þú veist, hann getur bara sagt þér bara frá einhverjum, þú veist, bara horror, einhver B-slasher myndum frá bara milli 72 og 73 eitthvað, skilur, bara í dítilum, skilur. Þú veist, hann er algjör svona, þú veist, af hverju ætti svoleiðis maður ekki, sem er í þessari aðstöðu, hann er í príma aðstöðu, þetta var þessi hvaða leikara sem er, tökumann, þú veist, stúdíó, hann myndi allir bara leggja alltaf fótum hans, af hverju ætti hann að hætta þessu? Hann hefur sagt, ekki miskjum, hann er ekki hægt að skapa. Nei. Hann mun kannski skrifa bækur, skrifa leikrit, þú veist eitthvað þannig. Ok, ég skil það. Já, hann er alls ekki hægt að skapa, en hann hefur alltaf sagt að leikstýra sé young man's game. Hann svo oft sé leikstýra þegar verða eldri. Ég er alls ekki sammála því, sko. Þú ert ekki sammála því? Nei. Maður, þú veist bara, Sidney Lumet gerði bara, Till the Devil Knows You're Dead eða eitthvað Já, bara alveg fram á síðasta dag. Já, ég meina, Kubrick var að vinna fram á síðasta dag, þú veist, hann dó frá Ice White Shot, sko. Þannig klippti hann ekki eins og sjálfur. Já, hann ná ekki að klára. Nei, þú veist, ég meina, ég hefði ekki viljað ekki fá Ice White Shot. Ég meina, hvað er svona young man's game með Ice White Shot? Þú veist, þetta er bara, jú, nema þú sért bara eitthvað, einhverju svona, ég veit ekki bara, þú veist. Ég er ekki að segja ég sé 100% sammála þessu. Mér öll list er einhvern veginn, þú veist, ég meina, á einhverjum tímapunkti, þú veist, hún kemur fram, þú veist, ég meina, þegar teknóðu var til, það var til að ungu fólki. Þegar Rocky var til, það var til að ungu fólki, skilur, þú veist. Núna er þetta, þú veist, gamlar tónlistarstefnur, bara mjög gamlar. Og og það er ekkert sem segja mér að, þú veist, techno sé eitthvað young man's game, þú veist, bara stærstu technolistamenn eru bara eitthvað á mínum aldri eða eitthvað, þú veist, eða bara eldri. Skilur, Já, þú er bara að tala um list yfir höfuð. List yfir höfuð er bara, þú veist, þú ert á ákveðnu orku þegar þú ert ungur og keyrir á ákveðnu bensíni þá og spátdóms leikstýran mín sem ég var að tala um áðan, skilur, hún verður örugglega ung og keyrir svo ungu orku eins og Harmony Korine var þegar hann var ungur, skilur. Þú veist, en hún á samt eftir að þroskast upp í að verða eitthvað allt. Þú veist, hún byrjar þar og svo heldur hún áfram. Ég er bara að pæla hvort ástæðan að segja þetta sé að hann haldi að þessi ástríða, þessi drifkraftur eftir 30-40 ár þá svona fjarröndaði. Ég get alveg
sé það gerast hjá fólki sem að reyna að vinna inn í ykkur umhverfi sem það búið að skapa sig kannski þegar það var ungt, skilur, þetta svo hljómsveitir eða eitthvað sem að koma fram og þú eru 20 og pikkaður upp af plötufyrirtækinu og síðan þeir orðin, 27 ára og útbrunnir bara, skilur bara, nennis ekki lengur og langar að fara að gera eitthvað annað eða gera eitthvað aðra tónlistastefni eða eitthvað en þá fastir í því að gera það sama og gera þeir voru 18 ára, ég skil það alveg. Ef þú ert ykkur svona lífsspennutreyu út af því sem að umhverfið búið að skapa þér eða þú veist eða vinna þín hvernig sem svo svona á það er litið þú veist þá ef þú kemst ekki út úr þessari hugsun skilur að þú þurfir að gera eitthvað ákveðið til þess að þú veist ég sé ekki þannig á Tarantino, hann hefur gert svona ólíka myndir og hann hefur þroskast sem leikstjóri og þroskast mjög mikið sem leikstjóri og ég veit ekki, hann ekki bara svona skrítin gaur skilur og hann er rosalega blaðurskjóða sko, hann nætti að vera í bíóblaðir þú veist, hann bladrar út í eitt sko og hann rosalega yfirlýsingaglaður ég trúi segil ekki sko, ég held að það komi allan 11. myndin. Þetta er Tarantino? Já, ég held að. En er ekki samt, eins og segir, yfirlýsing glaður og hann bladrar mikið og svona, það er alveg stundum ef þú ert með klára þannig mannesku, þá finnst mér alveg, ég held ég gaman að þeim. Ég er gaman að hlusta á hann. Já, virkilega gaman að hlusta á hann. Hann er samt blaðurskjóða. Þegar ég meina blaðurskjóða, þetta er svona gaur sem það er alltaf eins og hann sé kókaður. Skilur við? Og ég held hann sé mögulega alltaf kókaður. Skilur við? Hann er bara svona, þetta er svona gaur sem er bara svona virkar eins og sé bara mók upp í nefið á sig allan daginn en ég veit það ekki ég held að ég get alveg rétt sér sko. Hann er búin að spanna og svona hann er rosa skemmtilegur hann er svo fróður og hann er svo klár kvikmyndagerðar með þér og kannski er hann bara kannski er orkulefellin bara svona, kannski er hann ekki svona kókaður skilur, bara tengja það bara einhvern veginn við hann hann er sérstök típa mjög sérstök típa hann er það, hann er ofur klár Já, maður heyri það alveg sko. En það sem ég alltaf kunna að meta við hann er að hann er með svo svakalega sterkar skoðunir á kvikmyndagerð og hann veit hvað hann vill sjá. Já. Og ég dýrkaði líka með hann er með svo mikið sjálfstraust. Já. Hann segir bara eitthvað svona, þú veist, þessar kungfúmyndir eða eitthvað eru bara meistaraverk sem engin annar er eitthvað að spá í eða eitthvað skilur sem er bara, þú veist, eitthvað B-genre eitthvað staðar. Hann getur bara hann tekur bara sjálfstæð ákvörðun að segja að þetta er meistaraverk því hann sér hvernig það er gerst og veit hvað fór í að gera þetta og skilur af hverju, hann getur rökstutt af hverju þessar myndir eru meistaraverk og hann fær í svona þú veist, í svona hanaslag svona við hvert sem er held ég sko og maður gerir það svo sem líka þegar maður er orðin ákveðið fullorðinn og líka þegar maður er kannski ungur og hrókafullur það er öðruvísi þá en þú veist þá getur maður farið í, þú veist, rökrætt af hverju mann finnst eitthvað að vera gott. Og nota bene, ég held að hann sé líka að sko átti sig á því að hann getur svona aðskilið þætti kvikmyndagerðarinnar, að þú veist, ég get farið á Marvel-mynd og notið þess að hlusta á hana og þú veist, og þó gangi ekki kannski allt upp í sögunni og veist, þessi auka karakter er frekar glataður og skilur eitthvað svona, að ég get samt notið þess að horfa á því bíó í, þú veist, fullum komnum gæðum, þannig að ég veit að veist, það er, ég finn að það er vel gert, veist, þessi þáttur að kvikmyndagerðin er góður. Já, ég skilur, en og bara eins og þess að John Wick myndir hefur séð eitthvað John Wick mynd. Ég er mikill aksjóngur sko. Já, menn aksjón er skemmtilega, þetta er ekki vel skrifaða myndir sko, en þú veist, aksjónsekvensarnir eru, þú veist, bara listaverk, þeir eru bara eins og, en þeir gerðir í Asíu sko. Þú veist, af bara, þú veist, fagfólki þar. Það fólk veit nákvæmlega hvað að gera, skilur. Þú veist, það er ekki bara eitthvað, við gætum, nei, það er sko bara búið að, þú veist, það er búið að mappið út og teiknið út og ég veit ekki hvað og hvað. Við veitum nákvæmlega hvernig er ætla að hreyfa kameruna. Ég sá okkur á svona John Wick myndum daginn, sko, það sem það var að slagsmála sinna með hundum. Það var bara svona bara, ertu að grínast í mér? Þetta var svo, allt öðruvísist. Það er tala um sko að Born Identity hafi eyðilagt, heyrðu þetta?
út af svona snöggum klippingum Já, og snöggklipping og close-upi. hrista myndavel. Já, þú veist, þú fær svona documentary feeling af actioni. John Wick er í þessu gamla formati, þú veist, ennþá með víða ramma, skilur við. Það þýðir það að menn þurfa bara að geta slegist. Þú bara Keanu Reeves, hann þarf bara að geta slegist, skilur, hann þarf bara að geta gert þetta, þannig að þetta sé sannfærandi, að þú getur ekki bara tekið eitthvað close-up og klift á höggið einhvern veginn og bara einhvern skó í andlitið og bara, wow, þetta var geggjað, skilur við. Nei, þetta var að lúka, af því að hann er að taka nokkrar hreyfingar í einni tökku. Í einni tökku. Og þú veist, hann er ekkert ungu maður, hann er eldri við, sko. 55 ára eða eitthvað, sko. Geggjaður formið, sko. En eins og bara fyrir því persónulega, þú veist, að horfa á Hazard, finnst þér ekki skemmtilega svona John Wick stílinn heldur en hrist myndavel og... Ég verð að segja það, sko. Ég sjálfur sökkuð fyrir svona Hazard. Og ég er ekki svo mikið fyrir samt, sko, slagsmála hlutan að því. Það er eitthvað annað sem keyrir áhugan hjá mér. Í Hazard? Nei, hvað mennur það? Já, það er eitthvað svona, það er sögulegt element, sko, það er sögulegt drive. Það er yfirleitt þegar það er eitthvað svona loner. Sástu þarna The Accountant? Já. Mér fannst hún aðeinsleg. Mér finnst hún vannmetin. Já, mér fannst hún svo góð. Vegna þess að það erstu með góða sögu og með svona, þú veist, út með baksögu sem er skrítin. Já, sérstökur karakter. Og karakter sem gengi gegnum einhverja mjög sérstaka æsku. Hann er ekki bara, þú veist, ekki bara hans í einhverju heldur pappan sem er bara svona military kall og eitthvað svona. Þetta er svona Spider-Man origin saga, skilur. Þetta er bara svona, þetta er eitthvað svona mjög förðulegt sem að hann gengur í gegnum. Svo, þú veist, er klifta á hann fullorðin, þá er það bara svona, þú veist, förðulegu gaur í allt og stóru jakkafutum og alveg glataður, skilur. Og þú vannmetur hann frá fyrstu, skilur, allir vannmetur hann. Já. Það er svo fallegt. Af því að svo er hann bara einhver fucking kungfu-meistari, skilur. Og sjúklega klár. Og einhvern veginn. Og hann púlar þetta of. Mér finnst það oft mjög erfitt að sjá, sko, mér finnst það rosa erfitt að sjá vitlausa leikara leika klárt fólk, sko. En hann er nógu klár til þess að geta leikið, þú veist, svona svolítið kláran. Ég held að Ben Affleck sé ekki vitlaus maður. Nei, ég held að sé mjög klár, sko. En þú veist, maður sem er að leika er náttúrulega á okkur öðru, ekki, rófi, skilur, í bókstaflegri merkingu, sko, þú veist, hann er svona talnasnillingur, sko. Það er kannski, en hann bara það góður leikari, hann gerði ekkert úr því, sko, hann bara, þú veist, tók bara, skrifaði upp á töflu og var bara flottur. En svo geta... Mér fannst þetta vannmeti mynd. Ég er svona sammálaður. Mér fannst hún ekki, þú veist, ég er reyndar oft búin að reyna að taka eftir músíkinni henni, þú veist að hún er mjög svona, þú veist, gerir lítið, gerir það sem hún á að gera, en þú veist, hún skilur lítið eftir sig, sko. En Hazardin í þeirri myndilum er þau alveg töff. Einmitt. Þannig bara að bera gaura og skjóta. Já. Og það er svolítið gert úr því, bara hann er svona margtæknilegur, sko. Þú veist, hann kann ógeðslega mikið. Hann kann bara allt. Nema mannleg samskipti. Já, nema mannleg samskipti, sko. Sem var, já. Hann er ekki góður því. Var fallegt, sko. Herri, ég ætla að vera að sleppa þig, Pétur. Já. Þetta er búið að vera ógeðslega skemmtilegt. Já. Og það er 20. hit úti og ekki 40 inn. Alveg örugglega. Ég er þannig að ég getur að skipta skýrstu. Vel sveittur. Bara ég vil þakka kærlega fyrir að hafa komið. Já. Bara takk fyrir að bjóða mér. Já, bara gaman að hitta þig. Já, sömuleiðis.